kannski hingurum eftir þessu og... Það er alltaf akkord að fá klóstið til að lengja aðeins í þessu. Já, við erum að fara live sko. Já. Já, góðan daginn og verið velkomin aftur í Hörpu á þessum fallega föstudegi hér í Reykjavíkurborg. Við erum á sjávarútvegsráðstefnunni 2025, dagur 2, seinni dagurinn á þessari hrikalega skemmtilegu og merku ráðstefnu. Við vorum hér í gær að spjalla við alls konar fólk sem að tengist sjávarútvegi. Við vorum með pólitíkina, nýsköpunina, forstjórana og ég veit ekki hvað og við verum með hrikalega góða gesti hér líka í dag. Ætlum að vera hér á milli 9 og 1. Og við byrjum á ansi fróðum og skemmtilegum manni. Hann heitir Gylfi Ólafsson, hann er formaður Vestfjarðastofu og formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar. Vertu velkomin Gylfi. Já, þakka fyrir. Og sko, forsagan að þessu svo, sko, að ég var nú ekki kannski beint með þig og blaðið þannig, fyrir en að við erum jú kollegar, ég og Gylfi, að því sögðu að við erum báðir varaþingmenn. Akkurat, í þessar 2 vikur. Í þessar 2 vikur. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna er hárrétt, þannig að við deilum því. Já. Og ég var einmitt í þingsal á þriðjudaginn þegar Gylfi flutti sína jómfrúrræðu fyrir Viðreisn gullkistuna Vestfirði og það var eins og svona pera hefði kveiknað í haustum á mér eða höfðinu því að Gylfi hafði svona aðeins líka frammi í vor og sumar varandi bæði strandveiðar og veiðigjöld því að já, eins og hann sagði og ég ætlaði svona að biðja þig með aðeins að reifa svona þessa jómfrúrræðu að því að mér var svo áhugavert hvað varst að tala svona flatarmál Vestfjarða, þessi samofna sjávarsaga og svona bara, og þessi gullkista sem að Vestfirðir eru, því að ég sjávarútvegur er svo sannarlega samofinn Vestfirðum. Já, ég var í þessari ræðu að benda á að Vestfirðir væru sko minna en 10% af flatarmáli landsins. Við erum nú með eitthvað á stærðargráðunni 2% af íbúafjöldanum, en við erum með 30% af strandlengjunni og tæplega helming allra fjarða sem eru á landinu. Einmitt. Og þá tek ég allt sem heitir fjörður og Kaldalón af því að það er augljóslega jökulsorfið landslagsfyrirbæri. Þannig að já, ég hef verið að tala um þetta hvað sko saga Vestfjarða er saga samspil manns og hafs. Einmitt. Og þangað til fyrir svona 20 árum að þá var atvinnulífið frekar einhæft, það var veiðar á villtum fiski í sjónum og það var þarna sérstaklega svona á seinni part síðustu aldar var svona talsverð offjárfesting. Í öllu falli var það þannig að við vorum farin að veiða meiri fisk heldur en sjórinn bar og þá kom hnignunartímabil í kjölfarið sem að endaði svona fyrir já, sko það formlega endaði 2017 en þegar íbúafjöldi fór aftur að aukast en það gerðist miklu fyrr að það voru svona talsvert fleiri stoðir sem að bættust við í atvinnulíf Vestfirðinga. Og það sem ég var að benda á jómfrúrræðunni minni að það væri ekki tilviljun, það væri ekki skrítið á meðan að við erum með svona stóran hluta af strandlengjunni og við erum alltaf í raun mjög nálægt sjónum að allir atvinnuvegir okkar sem hafa byggst upp á síðustu 20 árum eru sjávartengdir. Og það sem ég nefndi var Kerecis sem að byggir á aukaafurð úr sjávarútvegi. Það er laxeldi sem hefur vaxið mjög mikið, hefur verið að svona taka út nokkra barnaveikir en er núna komið upp í 20.000 tonn, eða 30.000 tonn og við gerum svo ráð fyrir að erum að stefna því að það nái 100.000 tonnum á næstu 7 til 10 árum. Það er sjálfbær
námugröftur á hafsbotni, bæði í Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi eftir kalkþörungum. Og það er ferðaþjónusta sem að mjög miklu leyti er sjávartengd. Og þá vísa ég ekki bara til þess að meiri hluti gesta sem koma til Ísafjarðar og Patreksfjarðar koma á skipi, á skemmtiferðaskipi, heldur líka til þess að þegar fólk kemur til Vestfjarða, að þá er það ofta að njóta ferðaþjónustu sem er beinlínis tengd sjónum. Það eru bátsferðir út í vigur, eða það eru bátsferðir á hesteyri, eða það er kajakróður, það er hvalaskoðun og það er hitt og þetta. Tjöruhúsið? Tjöruhúsið, heldur betur, já, akkurat, já. Borða þetta líka? Já, þannig að, já, þú veist, mér langaði bara svona, ég veit, það var jómfrúarræðan og þá var maður kannski frekar að tala kannski á almennu nótum heldur en að fara í málefni dagsins í dag. Þannig að ég vildi bara benda á þetta og tala þetta. Ég hef svo sem líka verið að tala strandlengjuna í tengslu við mögulega sameiningu sveitarfélaga. Já. Og mín tillaga sem að ég hef verið að skrifa í blöðin núna er að nýtt sameinað sveitarfélag gæti heitið Sjávarbyggð. Þess að vestur og fjarða og fjalla og eru öll upptökin. En líka vegna bara til þess að undirstrika þetta að samspil manns og sjávar er svona bara algjör lykilþáttur til þess að skilja söguna. Og framtíðina. Algjörlega, sko, ég fór til Ísafjarðar núna í mars á smá svona fundaröð og aðeins að ég myndi að rúlla í gegnum bæinn. Það er líka náttúrulega rosa stórt í nýsköpunarfyrirtæki sem er að búa til tæki fyrir 3REX eða hvað heita þeir Já, það er arftæki 3REX sem heitir Ístækni. Ístækni, það var einmitt það sem ég að leita. Og það er sko fáir svona, já, smáir bæir en stoltir sem að svona sýna við vorum að tala þessa svona keðju hérna í gær, hvernig það vinnur allt saman. Að það eru auðvitað sjávarútvegur á Vestfjörðum, heldur betur. Það er nýsköpunin. Og svo náttúrulega líka hin, sko, þriðja tegundina af afleiddu störfum sem er náttúrulega kannski bara verktakarnir eins og málsmiðir, smiðir og allir þeir sem að vinna síðan fyrir fyrirtækin. Þannig að það er rosaleg svona virðismatskeðja af sjávarútveginum á þessu svæði. Já, og við höfum þessa sögu í gegnum Póls og 3REX og svo breytist það í Ístækni núna með gjaldþroti Skagans. Já. Og þeir eru með bæði í beinni þjónustu, svona hversdagslegri þjónustu og í nýsköpun og eru með ýmsar hugmyndir á lofti í því og hafa verið að selja til Bretlands. Já, og þannig að það er mjög mikilvægt og það er þess vegna sem að ég er svo spenntur fyrir til dæmis vexti laxeldis meðal annars til þess að laxeldi nái ákveðnum svona lágmarksstærð eða krítískum massa. Vegna þess að það sem að gerðist í sjávarútvegi og er ennþá að gerast er að þegar það er ein sterk burðaratvinnugrein sem að getur keypt stóru verkfæri og getur fjármagnað þróunarstarf og getur verið þolinmóður þegar verið er að undirbúa í nýsköpun og æfa sig og gera mistök og svona, að þá verður til svona gróðurmold fyrir sprota. Já. Og eftir því sem að laxeldinu vex fiskur hrygg, að þá getur laxeldi orðið annar, önnur krukka með gróðurmold fyrir sprota. Og ástæðan fyrir því að laxeldi hefur gengið svona vel á Íslandi eru náttúrulega margþættar, en ein af þeim er að við erum svo góð í fiskveiðum. Og við erum svo góð í fiskvinnslu, við erum svo góð í sölu á fiski og það eru mjög margir svona undirliggjandi þættir sem maður kannski veitir ekkert endilega athygli við fyrstu sýn, en hafa verið alveg grundvallaratriði þegar kemur að vexti fiskeldisins og ég meina stjórnmálamenn skilja fisk og stjórnmálamenn skilja þar af leiðandi laxeldi, sko. Sko, einmitt bara eins og það sem kom fram bara í fyrsta viðtalinu okkar í gær, það var mjög fróðlegur punktur frá Heiðari Guðjónsssyni, kollega einum hagfræðingi, að segja ykkur því hvað millistéttin er að aukast í heiminum. Bara það eru 2 milljarðar að færast upp úr, úr örbirgð í millistétt og eitthvað þurfum að borða. Þannig að tækifærin, fyrst þú ert nú að tala um eldið, er náttúrulega ævintýraleg. Já, ég hef aðeins verið að skoða það, vegna þess að það er núna svona tímabundin verðlækkun á laxamörkuðum sem að hefur sett laxeldisfyrirtækin í svona tímabundna klemmu. En þegar maður skoðar svo vaxtartækifærin í laxeldinu, þegar maður skoðar þróunina, það eru bara frekar nýlega skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum og víðar, og þetta er nú svona frekar einfaldar tölur þegar maður gefur svo kortið til þess að skoða að þá er eftirspurnin eftir fiski að fara að aukast svo tugum prósentaskiptir
og hvergi í heiminum eru vannýttir fiskistofnar svo nokkru nemi. Nei. Þannig að vöxturinn þarf að koma úr öðrum geirum og þá laxeldi í lang bestri stöðu. Og Noregur er að framleiða cirka 1,5 milljón tonna á ári, stefnir á 5 milljónir og telja það sé sko fullkomlega, það sé þetta eftirspurnarhliðin sé ekki vandamál þar, heldur framboðshliðin. Já, þetta er mjög áhugavert sko. Svo, en varðandi náttúrulega eldi líka, því við höfum verið að tala um bæði tækifærið og áskorunir hérna í þessu spjalli okkar við gest okkar. Svo sem hefur ekkert farið fram hjá neinum að það hefur svona oft verið ekkert alltaf það vinsælasta, en náttúrulega Vestfirðir náttúrulega mikið sjókvíaeldi sko, sjálfsögðu og mikið barist gegn því og svona. Þannig að þetta er svona væntanlega erfitt fyrir því, ég veit ekki, þetta er kannski ekki að leggja þér á munum, fyrir ekki bara að spyrja það. Er þetta erfitt fyrir það svona að vera þá, þú veist, formaður bæjarráðs og vera svona, þú veist, ég heyri alveg að þú ert ánægð með þetta, skilur, þú sér tækifærin í þessu, en einhvers staðar þetta væntanlega að mæta, myndi maður halda hinum sjónarmiðunum sem eru bara hreinlega á móti þessu. Já, sko, við að vísu erum að frekar heppin með það að það eru ekki margar stóra laxveiðiár á Vestfjörðum. Nei, ok. Og það er ekki svona til dæmis erlendir auðmenn sem eiga þær laxveiðiár sem að hafa sér mikið í frammi. Hitt er annað að til dæmis þingmenn kjördæmisins, þeir eru stundum milli steins og sleggju vegna þess að í kjördæminu, norðvesturkjördæmi, eru laxveiðiár bæði á vestur og Norðurlandi vestra, þar sem að fólk er ósátt við þetta. Þetta er ekki svona kannski persónulegt vandamál, en þetta hefur tafið vöxt laxeldisins og við höfum orðið af verulegum hins sviðsmyndina, við hefðum haldið áfram sko vexti, til dæmis án þess að vera með svona þröngt áhættumat erfðablöndunar, að þá væri staða Vestfjarða og Íslands að miklu leyti önnur, en þess að vöxturinn hefði verið hraðari og laxeldi hefði gengið hraðar. En ég skil alveg þessi sjónarmið og við höfum núna fjölþættar leiðir til þess að ramma inn laxeldið. Við gerðum samfélagssáttmála árið 2021 á Vestfjörðum. Það er strandsvæðaskipulag. Áður en það var búið að loka Faxaflóa og Breiðafirði og ýmsum öðrum stöðum á landinu fyrir laxeldi eldi á frjóum laxi. Það er búið að loka, við lokuðum Jökulfjörðunum og svo eru tvær tölur sem að vigta mest á laxeldi og það er annars vegar burðarþol sem að tekur á uppsöfnun á laxakúk eiginlega, sem sagt ofauðgun næringarefna í sjónum og svo hins vegar áhættumat erfðablöndunar. Þetta eru tvær tölur sem að eru reiknaðar út frá líkönum sem að sérfræðingar gera. Já. Og ég held að það sé að myndast svona þokkaleg sátt um að það sé rétta leiðin til þess að halda áfram í þessum málum. Í vor og sumar þegar veiðigjaldaumræða var þá verður þú nú ekki sakaður um að hafa nú ekki gætt hagsmuna þíns svæðis og kannski fórst nú líka svona einhverju leyti aðeins líka upp á móti flokkuninu sem situr í ríkisstjórn því að þú varst að berjast fyrir þínu fólki. Hvernig því að mannum fannst sko Vestfirðirnir þeir voru svo mikið að reyna að benda á sig því að þeir náttúrulega einhvern veginn lentu mikið af svona litlum og millistórum fyrirtækjum, svona eiginlega bara á Vestfjörðum. Já, það er spurning hvar við setjum Jakob Valgeir og HG, þau eru nú ekki lítil sko. En svona mjög margir svona bara lítil og millistór, mjög mörg ætlaði að segja, lítil og millistór fyrirtæki, þar sem að þetta var að svona hitta hvað verst. Hver er bara svona staðan núna og svona kannski náttúrulega veit enginn kannski beint hvað gerist. Það er svona dálítið óvissu ástand þá sko, eða svona fólk er að átta sig á því. Hafa verið miklar hræringar eða? Það hafa ekki verið miklar hræringar, það hefur allavega ekki verið í fréttum á sama hátt og hefur verið í Vestmannaeyjum til dæmis. En það er kannski svona tveir þættir sem hafa drifið áfram kannski þessa pólitísku umræðu fyrir vestan. Það er annars vegar svona kannski þessi saga af því að kvóti var seldur úr einstökum byggðarlögum, Flateyri, Tálknafirði og víðar, og Ísafirði að sjálfsögðu. En þannig að svona kvótakerfi hefur kannski ekki svakalega góðan PR-fulltrúa fyrir vestan sko, að þessu leitinu til. Ég held hins vegar að það hafa allir skilning á því að kvótakerfi hefur verið drifkraftur þess að Ísland er á heimsvísu í sjálfbærri
og hagkvæmri nýtingu fiskistofnana. En hérna, það eru bara ákveðin fórnarlömb sem að vera fyrir því og ég svo sem, og það er þessi offjárfesting sem að varða á seinni hluti síðustu aldar þar sem að urðu til þorp og urðu til frystihús og urðu til togarar sem að var eiginlega ekki pláss fyrir og einhverjir þurftu að gefa eftir þegar það var svo sett lok á heildarmagn fisks. Þannig að það er annars vegar þetta, það er bara þessi saga og svo hins vegar að það eru sko þorpin fyrir vestan eða bæirnir eru frekar litlir og þá er bara eitt fyrirtæki og þá er alltaf svona beigur í fólki að hérna ef að sá sem að rekur það fyrirtæki stendur ekki alveg í lappirnar eða er óviss um stöðu síns fyrirtækis að þá sækir beigur af fólki og það er kannski þetta svona tvennt sem hefur drifið áfram hérna þessa umræðu en sko ég held að við erum búin að ræða þessi mál í þaula fram og tilbaka og ég held að útgerðarmenn hafi skilið að þjóðin átti rétt á sanngjarnu afgjaldi og hér hafa verið ýmsar aðrar hugmyndir viðræðir í gegnum áratugina um fyrningu og uppboð og hitt og þetta var svona niðurstaðan sem að varð úr og hún er ekki gallalaus en hérna, já. En þetta er leiðin núna og nú bara vita þeir útgerðarmennirnir af því en svona eru þeir eins og segja svona það er ekkert búið að gerast eitthvað eru einhverjar væringar eða eitthvað þannig eru menn bara nokkuð svona brattir eins og ég segi það er ekkert ýkja langt síðan að þetta gerðist og það hafa ekki verið einar stórar fréttir sem ég hef heyrt það sem að gerðist eins og strax í kjölfari var að pöntunarbækurnar til dæmis hjá Ístækni þær stoppuðu eða þær hreinsuðust upp vegna þess að fyrirtækin sem höfðu verið sem voru á biðlista hjá þeim þau drógu það tilbaka bara svona til þess að átta sig á stöðunni. Ég hef ekki heyrt í þeim núna síðustu vikur þannig að ég ætla ekki að tjá mig í hvoru áttina. En bara fólk annars það ekki bara bratt fyrir vestan og alltaf tækifærin mikil og bara Jú, og það er í þessu, sko, það er að sækja fram í öllu þessu sem að tengist sjónum. Ég held að það sé augljóst, sko. Það þarf ekki miklar breytingar til þess að við komumst, það þarf ekki miklar lagabreytingar eða reglugerðarbreytingar til þess að við náum að feta okkur upp að 100.000 tonnum í laxeldi sem yrði 100.000 milljarðar á ársgrundvelli í útflutningstekjur. Þetta er alveg tölur. Kalkþörungaverksmiðjan í Súðavík verður byggð núna næstu misserum. Það er búið grunnurinn er komið, það er búið að byggja höfnina. Þannig að sú verksmiðja er að fara að koma, það er verið að leggja rafmagnið í hana. Hvalárvirkjun er á næsta leiti, hún er í skipulagsferli og línulögnin sjálf. Og það eru ýmsir aðrir þættir sem að horfa bara ekki til betri vegar, heldur bara til frábærs vegar. Og eitt annað er að Hraðfrystihúsið Gunnvör er að fá nýtt skip, nýjan Júlíus Geirmundsson, sem er 8 milljarða fjárfesting, sem er að sigla frá Spáni bara á næstu mánuðum. Og bætist þá í flotann við Pál Pálsson, sem er frekar nýlegt skip líka. Og leysir þá á hólmi Júlíus Geirmundsson sem er núna 40 ára gamalt skip. Þannig að það er hugur í fólki og við erum líka erum að reyna að minna líka á og hrósa því sem vel hefur verið gert. Við til dæmis eigum síðustu jarðgöng sem hafa komið á Ísland, það er Dýrafjarðargöng 2020. Það hafa verið stórvirkar vinnuvélar eiginlega meira og minna allt árið kring síðan á Dynjandisheiði og það er verið að gera brýri við Gufu og Djúpafjörð sem eftir að stytta landleiðina og fækka eitt fjallveg, þannig að við erum bara mjög brött, sko. Og kannski rétt í lokin, því að svo eigið þið náttúrulega, sko, ef þetta væri á íþróttamáli, sko, þá ætti þið svona skærustu stjörnuna núna, því að það náttúrulega hefur... Ertu að meina Vestra, sem er bikarmeistari? Vissulega, og þá náttúrulega líka. Þá náttúrulega ekki til að, sko, til að skemma árið heldur fyrir Vesturvíkum að fá þann bikarmeistaratitil, en kannski svona fyrir utan þessa frábæru stráki í Vestra þá náttúrulega Kerisits. Já, akkurat. Sem er náttúrulega bara orðin algjör perla í íslensku atvinnu og þjóðlífi í raun og veru, bara stoltið þvílíkt og bara að þessi landsfjórðungur sem er þó ekki stærri eins og bentir á í upphafið þíns máls eigi þetta er náttúrulega bara fyrir utan, ef við tökum tekjurnar bara til hliðar, bara svona stoltið. Já, það er það og svona áhersla þeirra á að hafa Ísafjörð sem hluta af sínu markastarfi og vörumerki
er okkur mjög kært. Já. Og það er mjög, þetta er vinsæll vinnustaður og fólk er mjög stolt af því að hafa Kerecis á Ísafirði. Ekki spurning. Gylfi Ólafsson, formaður Vestfjarðastofu, takk kærlega fyrir að koma. Takk. Innilega. Við ætlum að halda einn áfram til klukkan 1 í dag. Við ætlum að tala um nýsköpun, það verður líka aðeins meiri stjórnmál og við fáum nú vonandi síðan eitt forstjóra í hús. Hann er enda eitthvað slappukallinn en það vonandi reddast. Við förum í stuttapásu.
Já, velkomin aftur. Það aðeins farið að birta yfir hérna við Reykjavíkur höfn. Við erum áfram í Hörpu á sjávarútvegsráðstefnu 2025 sem yfirskriftin í ár er róum í sömu átt. Gylfi Ólafsson, hagfræðingur og formaður Vestfjarðastofu var að kveðja okkur og við erum komið með 2 mætamenn í settið. Þetta eru þau Bragi Smith og Hilmir Svavarsson sem eru hjá iTub Cyplast, ekki iTub. Sem lærði hérna rétt á hann. Strákar, velkominir, takk fyrir að koma. Vil ég kannski bara aðeins byrja hérna því að það sem maður er að læra líka, maður er alltaf að læra á þessari ráðstefnu. Þetta voru ótrúlega gaman að vera hérna. Maður hélt maður þekkti flest fyrirtækin, en ég ætla bara að byrja á einni opinni, byrja á þér Hilmir, bara hvað er iTub Cyplast? Já, það er góð spurning. Ég held að flestir þekki nú reynda Cyplast. Jú, vissulega, en svona þetta er 40 ára fyrirtæki sem að vissulega byrjaði í nýsköpun á sínum tíma þegar sjávarútvegurinn var að taka stökkum breytingum í átt að betri gæðum. En iTub er svo aftur á móti ákveðin afleiða af Cyplast. Við erum með leigufyrirtæki í Evrópu sem að leigir út ker sem framleiddir af Cyplast og erum að leigja þau í sjávarútvegi og víðar. Sko, hérna, af því að þetta er áhugavert því að þemað hérna í ár er sko róum í sömu átt. Má segja Bragi sko einhvern veginn að svona saga kerana sé svona dæmi það bara einhvern veginn? Já, alveg klárlega, vegna þess að eins og Hilmir nefndi á það með Cyplast, svona upp úr 1980 þegar að útgerðir voru með sko mismunandi búnað í skipum, kassa og svona, þetta var eiginlega ekkert svona komið þetta eins og í dag, þessi keranotkun, þá voru náttúrulega gæðin á fisknum ekki þau sömu og í dag. Þannig að við finnum að þegar að sko Cyplast kemur hérna upp úr 1980 og fer að kynna kerin, að þá fer að koma mikið sterkari mynd á hvernig sko fiskurinn er höndlaður. Og svona fyrir þá sem að kannski eru ekki alveg bara kerin sem við sjáum þegar við erum að tala um bara fiskikerin góðu. Já. Svona, þú veist, bara því að manni finnst þetta eitthvað eins og sjálfsagður hlutur, en það sem að svona sagan sem við erum að reyna að segja núna er að þau voru það ekkert. Nei, alls ekki. Og þau náttúrulega, menn voru að setja fiskinn bara í stíur niðri lestum á skipum og voru kannski að ísa þetta, en það var mikið rask í höndlun á fiski á þeim tíma og einhverju voru byrjað með plastkassa sem voru óhentugir í höndlun og þóttu hættulegir í stöflun og annað slíkt um borð í skipum. Og þessi ker breyttu öllu um borð. Menn voru með færri í áhöfn eftir að þeir tóku keranotkun og þú í rauninni setur fiskinn beint ofan í ker og ísar hann þar og þá er hann þar í þessu keri þar til hann kemur á framleiðslu stað þar sem hann er framleiddur á endanum, flaggaður og slíkt. Það getur verið innanlands eða það getur verið erlendis eða hvar sem er. Hver er þá breytingin? Þannig við skiljið þetta alveg Bragi, á munurinn á, er það bara að því að hann er svona saman þjappaður eða bara að því að þetta bara heldur bara gæðunum betur, hver er breytingin? Já, þetta er þannig að í dag er þannig að skipin taka kerinn um borð og þegar aflinn kemur um borð þá fer hann ofan í kerinn og þetta snýst eiginlega um kælinguna. Já, að fiskurinn fái strax þessa kælingu því að fiskur sem er vel kældur og gerður á réttan máta að þá náttúrulega dugar fiskurinn betur og gæðin verða meiri og þá náttúrulega fæst meira fyrir fiskinn. Og það er mjög áhugavert að skoða hvernig þetta er í dag og við sjáum til dæmis sko nýjustu, nú er Samherji að auglýsa besta bitann. Já, einmitt. Og þeir eru með nýja auglýsingu þar sem við keyra og þá sjáum við þessu gulu ker koma hérna upp á lestinni þar sem það er verið að fara að koma fisknum í. En það sem þeir eru að benda á í auglýsingunni er að kælingin skipt svo miklu máli fyrir gæðin á fisknum. Og við erum náttúrulega bara mikilvæga þáttur í þessu af því að eins og vorum að tala um sko umbúðina voru allt öðruvísi áður. Og það er gaman að sjá sko eldri myndir, það fer sko nokkra áratugi aftur, þegar menn voru að sko landa í alls konar umbúðir og jafnvel þegar menn voru að koma með þetta á bryggju, þá var stundum bara sko sturta aflanum á bryggjuna og menn gengu á þessu og svona alls konar hluti sem að í dag væri náttúrulega alveg útilokað. En með þessu að koma að þessum kerum og koma að þessum svona standard á og þessi 460 lítra ker, eins og okkur, þessu gulu ker, þau eru eiginlega bara svona standard gæði. Upphafið að gæðunum á fisknum byrja þarna. Þetta er svo allt svona sem að tala svo saman í þessu spjalli okkar hér og vantarlega sem að tengist ráðstefnunni því að sko svona þessu til svona sannmælis auðvitað að því ég vorum að tala hérna í gær við hann Ægi hjá Iceland Seafood sem var einmitt að tala um að því hann var með rosalega framsögu
hvernig að vera svona að selja gervi íslenskan fisk sko, af því að hluti af því sem að þið eruð að gera er náttúrulega að halda gæðum og gæðir eru náttúrulega verð og gæðir eru ímynd og ímynd er verð. Þannig að þetta er rosalega merkilegt og náttúrulega mjög svo augljósa staðreynd að við erum hér ein út í Ballarhafi, þannig að fiskur sem að fer í burtu, hann er ekki kominn bara á korteri sko. Þetta er náttúrulega ótrúlega mikilvægt fyrir okkur. Og líka það, þetta er ekki bara gott fyrir okkur, þetta hefur svona þetta er svona okkar lýsing á hvernig við gerum hlutina og hvernig við gerum það vel. Og við vitum það, því við leigjum þessi ker, þeir eru ekki bara á Íslandi, þeir eru í Noregi og út alla Evrópu. Og þetta er þannig í dag að fiskurinn kemur fer í kerinn og annarkvort er hann að landa hérna heim og inn í vinnslu, eða hann er fluttur út og kerin eru þá notuð til að flytja fiskinn út á markaði erlendis. Og við sjáum það líka, ég meina það eru önnur lönd sem líta upp til okkar hvað varðar okkar árangur í þessu gæðaferli sem að íslensku fiskur hefur farið í gegnum. Sko ég ætla að giska á það Hilmir að kerið 1980 og 2025, ég ætla að giska að þetta hefur tekið einhverju breytingum eða ekki, það er hlutur vantilega nýsköpuninni. Já, það er nú ótrúlegt en þau hafa alls ekki tekið miklum breytingum. Menn einhvern veginn lentu mjög snemma á þessari einingu, þessu 460 lítra kari sem allir þekkja umborði í skipum. Er einhver skemmtileg saga á bakvið þá stærð eða var bara einhver sem að sagði af hverju ekki 460? Já, ég held að við byrjum vissulega aðeins í dýpri kerum og hérna svo á endanum þóttu menn finna það að gæðin voru ekki nægilega góð og tóku upp grinnri ker og einhvern veginn, þeir hafa farið í enn grinnri ker líka en þá er þetta einhver spurning hagræði, hagkvæmni í meðhöndlun, hversu margar einingar þú ert að höndla í löndun og slíkt og svo þá gæðin og menn virðast hafa komið niður á þessa stærð og hún er einhvern veginn gegnum gangandi í þessum iðnaði. Við erum að sjá í bæði á Íslandi og í Noregi og í Færeyjum, þar er þessi eining ráðandi og nánast orðin svona staðall í þessu sem við köllum on-board handling sem er þá bara höndlun borð í skipum. Já, kannski bætið sko að því að kerinn, því að Hilmir var að segja aðan, sko, þau voru hærri áður og stærri, en menn hafa eiginlega komast á þessa einingu vegna þess að ef að kerinn eru of há og of stór, þá verður meiri sko pressa á fisknum neðst. En tekið breytingu, vissulega hafa menn svona lagfært eitthvað og tukkaði til, en það er kannski helst núna sem að, við skulum kannski aðeins fara aftur svona 15-20 ár þegar Sæplast hófa að framleiða ker sem eru með eingöngu sama plastinu, eingöngu ein plasttegund. Plast er af ýmsum toga, það eru ýmsar fjölliður af plasti til í heiminum og misgóðar og mishæfar til endurvinnslu til að mynda. Og kerin voru upphaflega með úritanfyllingu og eru enn hugsanlega í einhverjum tilfellum sem er þá fjölliðu samband sem er mjög erfitt eða nánast ómögulegt að endurvinna. En Sæplast var leiðandi í því að framleiða þá ker með einangrun sem er búin til þessari sömu plastegund. Sem þýðir það að við getum tekið okkar ker og hakkað þau niður og þetta er bara einsleitt plast og það fer beint í endurvinnslu og það er tiltölulega hagkvæmt og einfalt að gera það. Þannig þetta er svona enn einn svona íslenska leiðin í að reyna að passa upp á kolefnisspori líka. Algjörlega. Annars sem við vorum að ræða hérna í gær sko. Af því þetta er fullkomin hringrás. Já, einmitt. Af því þú býr til vöru, polyethylene vöru, sem að dugar í 12-15 ár og það er hægt að vera með 50-70 tonn í gegnum kerið á þessum líftíma. Svo þegar það er búið, þá er þetta bara að kurla niður og þá eru búin til ný. Já. Og þá skiptir máli að vera með gott plast í kerinu og þannig að það í rauninni ef þú ert með gott plast í upphafi og meðhöndlar það rétt í endurvinnslu og allan tíman þá getur þú verið að endurvinna það mörgum sinnum á líftíma plastsins sjálfs. Já, og svo er annað sem er svolítið einstakt í okkur, það er þetta pooling-kerfi, þetta leigukerfi sem við erum með. Það er þannig að í staðins að útgerðirnar allar eigi sín eigin ker, þá leigja þeir kerinn hjá okkur, þannig að þá getum við dreift kerunum á útgerðirnar eins og það þurfa hverju sinni. Og þá þarf sko færri einingar fyrir heildina. Að það standi ekki kannski bara 300 ker einhvers staðar í Noregi bara ónotuð. Já. Þetta er eiginlega alltaf í
Já, Þeir eru svolítið að hugsa eins og í flugvélasætum, sko, það er bara nýting. það er algjörlega. Og þetta er svona eiginlega þessi fullkomna hringrás. Þú framleiðir vöru sem er hægt að gera við, þannig að ef það kemur eitthvað upp á og það þarf að laga, þá bara lögum við hana og svo er henni deilt á milli aðilega eins og bara er í hringrásinni og svo þegar varan er búin, þá er hún bara kurlið niður í nýja. Sæplast er vissulega að framleiða ker alla daga ársins og þeir selja þau út á markaðinn, en það er svona ákveðnir hlutar markaðinni sem að velja leiguformi frekar, einmitt út af hérna, það getur verið sveiflur í sem sagt framleiðni, framleiðslu hjá þeim yfir árið og annað slíkt og einhverjir sjá ofsjónum yfir verðinu að kaupa þennan búnað sem er nú ekkert ódýr. Þannig að það er allur gangur á því hvað veldur því að menn velji frekar leiguform heldur en að kaupa sinn eigin búnað. Og hvert eru það að leigja? Ég meina, eru þið bara í Evrópu eða Noregi eða þú veist, hvar svona er þetta? Við erum klárlega með mesta umsvifin á Íslandi og í Noregi og inn á Evrópu. Við erum aðeins að þreifa fyrir okkur í Ameríku. Við erum konir hérna með smá hérna uppsetningu, einhver 1000 ker í Alaska. Sem við erum að aðstoða hérna útgerðir þar til þess að þeir eru í þessari vegferð sem við vorum í fyrir alllöngu að reyna að bæta gæði á fiskinum sem þeir veiða og þeir líta til Íslands eins og Bragi nefndi áðan. Það eru margir sem eru að líta til íslenska módelsins og þeir kalla þetta íslenska módelið og vilja innleiða það til Alaska. Það er alveg mjög skemmtilegt verkefni. Það er gríðarleg framleiðni í hafinu þar af fiski. Þeir eru að veiða milljónir tonna af fiski í rauninni, alls kyns fiski, Alaska, ufsa og laxi og Kyrrahafsþorski, lúðu og ýmsum tegundum og gæðalega séð eru þeir mjög aftarlega og þeir vilja breyta þessu. Hafið þið þurft að leita eitthvað út fyrir, eru komið einhver fyrirtæki með ykkur í þetta, þú veist svona? Já. Algjörlega. Já, þetta er svo Hilmir segir, íslenska módelið, það er þannig að það þarf ker til að setja aflann í og svo þarf kælinguna og Kapp, íslenskt fyrirtæki sem hefur líka verið á þessum sama stað, tekið þátt í þessu. Þannig að þannig eru menn að uppgötva það að íslenska leiðin snýst að koma aflanum í réttar umbúðir, kerinn og kælan á réttar máta. Til þess að geta kælt það einmitt. Þannig að þetta fer vel saman. Kælingin þeirra hjá Kapp og svo kerinn hjá okkur Sæflastæp. Maður er einhvern veginn haldið að menn í Alaska hefur nú bara getað hendur sér næsta snjóskap sko, en það er vantarlega kannski svona betra til útflutnings. En þeir eru svolítið fastir í því að vinnslan hefur farið fram upp í Alaska af risastórum fyrirtækjum sem vilja bara fá eins mikið magn inn til sín eins og hægt er og vinna það rætt og vel og svo er bara slökkt á ofnunum og farið í pásu þess á milli. En þarna með þessari aðferð þá geta þeir verið að senda fiskinn inn á aðra markaði eins og í okkar tilfelli þá eru þeir að nota kerinn einmitt til þess að senda fisk niður til Seattle í vinnslur þar og þar er þeir fá mun hærra verð fyrir fiskinn á þeim markaði. Og það er bara algjörlega klárt. Þannig að þessi fjárfesting þeirra svona hún lofa góðu svona fyrir raunveru þá vantarlega fyrir alla aðilega sko. Algjörlega. En flutningsleiðir eru erfiðar þarna frá. Þetta er krefjandi landsvæði. Við þekkjum það svo sem úr Norður-Noregi ágætlega. En já, bara koma þessu á milli staða og á markað. Já, fyrir ekki. En það er áhugavert að Ameríku þar sem allt er stórt og mikið að við skulum vera þetta litla land með sögu þar sem að passar inn þar sem þeir geta bætt aðbúnaðinn sinn og hvernig þeir kæla og það hefur sýnt sig að þeir sem hafa verið að fara þessa leið með kerinn okkar og þessa kælingu frá Kapp að þeir hafa verið að fá mun hærra verð fyrir fiskinn og það er eitthvað sem við erum náttúrulega alltaf að tala að við erum með hágæða vöru þar sem að verðið kemur svo í kjölfar. Þannig að þeir eru alltaf innfæðir að geta keppt á mörkuðum sem þeir komast ekki nálægt áður með fiskinn. Út af íslenskri nýsköpun, það er náttúrulega alveg geggjað að heyra sko. Já, það er mjög skemmtilegt. Hvað svona, þú veist að því að yfirskriftin er svona róum í sömu átt, þetta er svona, tala svolítið inn í það sem þið eru allan að segja, þetta er svona einhvern veginn bara frá veiðum í geymslu, í flutning og kælingu og... Já, algjörlega. Já, ég held að við séum klárlega öll að róa í sömu átt, ég held að það sé óhjákvæmilegt sérstaklega fyrir þjónustufyrirtæki eins og okkar að það er mikið við sem að búum til eftirspurnina, það er iðnaðurinn og okkar vörur og þjónusta er eingöngu til vegna þess að við tökum samtali við iðnaðinn og þeir koma og við spjöllum hvaða
áskoranir þeir eiga í og við reynum að leysa þau verkefni og þannig hefst þetta og ég meina Sæplast þeir eru búin að halda út í hönnun og deildi allan sinn tíma og það er bara sífellt eitthvað í gangi þar í samráði við iðnaðinn hvað má betur gera og bæta. Og sem dæmi það, út frá hönnuninni, að því vorum að tala og þú spurður kerið, hvort það geti ekki breytingum. Já. Sko 460 kerið sem slíkt, það er eiginlega bara eins og það var, en við komum með nýja útgáfu, eða Sæplast kom með nýja útgáfu fyrir okkur í iTub í fyrra, þannig að nú er búið að létta karið sem var 50 kg áður, nú er það 42 kg. Okay. Og þá það sem verið að hugsa að nota minna plast en halda gæðunum og endingunni. Þannig að út frá sjálfbærninni, þessi minna plast og þá að það alltaf verið að færa kerið eða flytja það á milli, þá er það bara léttara og minna plast sem þarf að fara á milli. En alveg eins og við lýstum á það með þetta pólíethylene, það er 100% sama efni, einangrun og ytrabyrði, þannig að það er bara kurlað niður þegar það er búið og endurunnið nýtt. Það var óborganlegt, ég fór á uppistand með Bergi Ebba í fyrra, sko, sáu þetta? Já, með kerið Það var að tala um kerin? Já. Þetta var náttúrulega óborganlegt hvað var bara svona, hann náði að ramma inn hvað eru mikil verðmæti bara á hverjum tíma, ef þú ert með fullt kar af þorski, hvað eru mikil verðmæti í einu svona kari. Já, algjörlega. Þetta er bara svona, maður hefði aldrei pælt í þessu. Skemmtilegt að þú nefnir hann vegna þess að hann náttúrulega kemur kannski ekki úr geiranum beint, Bergur Ebbi, en hann fór að skjóta upp hausnum hann í sjávarklassunum, við vorum með skrifstofu þar lengi vel og varum með aðstöðu þar og upp úr því hófst þetta einmitt og hann kemur til okkar og hann fær einmitt ker frá okkur til þess að hafa sem leikmynd hjá sér og okkur þótti það mjög skemmt. Nei, þetta var stórkostlegt og bara svona einhvern veginn vingil sem maður hefði ekki svona pælt í, sko, hvað það er mikið í þessu 460 lítrum, hvað það er í verðmætum fyrir íslenska þjóð, sko. Já, en svo eru náttúrulega fleiri, ég meina Sæplast er með mjög breytt vöruúrval, þeir eru að hanna ýmsar tegundir af ílótum fyrir ólíkan iðnað, kjöt og jafnvel endurvinnslu og annað slíkt. Það er ekki bara fiskurinn en svo eru þau líka að reyna að komast meira inn á laxaiðnaðinn til flutninga á laxi og við teljum að sá iðnaður eigi eitthvað inni varðandi það að nota endurnotanlegar umbúðir í stað einnota umbúða í flutninga. Og við trúum á það og höfum verið að hanna svona ferla í kringu það. Já. Af því við sjáum, sko, þegar við erum að tala um kerið, ég meina kerið náttúrulega leysir af alla þessa einnota umbúðir. Því að kerið duga lengi og er alltaf í þessum magni, en við sjáum það að bæði í hvítfiski eins og frá Noregi og öðrum stöðum, margir eru að flytja fiskinn svo í einnota umbúðum sem er kannski ekki eins algengt hér. Og líka eins og Hilmar nefnir eins og með laxinn, þar eru menn mjög mikið einnota umbúðir sem að við getum í rauninni sýnt fram á þessa hringrása hagkerfi okkar í kringum kerin, hvernig það virkar og hvaða er í rauninni mikill sparnaður í því, ekki bara fjárhagslegur sparnaður, heldur líka umhverfissparnaður og þetta er svona það sem við erum að skoða og höfum verið að gera núna síðustu ár. Nei, ég verð að viðurkenna það að ég aldrei á minna ef ég held ég myndi eiga svona áhugaverð spjall um ker, en þetta er búið að vera alveg stórmerkilegt og bara tala svo ótrúlega skemmtilega inn í allt sem við erum búin að vera að ræða hér varðandi nýsköpun og útflutning og bara frábært að fá ykkur. Bragi, Hilmir, það var iTub Sæplast, bara takk innilega fyrir að setjast með okkur og útskýra fyrir okkur þennan anga, bara hrikalega gaman að fá okkur. Við höldum áfram hér að spjalla á Sjávarútvegsráðstefnunni 2025 eftir augnablik. Alright, glæsilegt. Takk strákar, þetta var mjög ánægilegt. Flott. Takk. Nú fyrir að googla þetta og nú fyrir að googla ker og skoða það betur. Ég heldur betur, ég er bara... Takk fyrir. Takk fyrir. Það er bara örglegar í þessu. Fiskiker út öll tún. Þetta var bara sko heitu pottur upp í sumarbústaði frá pabba í gamla daga. Það var svona helsta notkun á
Velkomin aftur, við erum hér enn á sjávarútvegsráðstefnu 2025 í Hörpu. Þar sem allir eru að róa í sömu átt, við erum að tala um sjávarútveg frá öllum mögulegum hliðum. Fiskvinnslu og sjálfsögðu, útflutningi, nýsköpun, samkeppnishæfni og ég veit ekki hvað. Komið algjöra sleggju í settið. Sjálfan forstjóra Síldarvinnslunnar og formann Samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi, Gunnþór Ingvarsson, velkomin. Takk. Herru, takk fyrir að setjast niður með okkur. Bara svona gaman, ég var með Guðmund hérna í Brim í gær og Ægi hjá Iceland Seafood og svona var að tala um hvað væri gaman að fylgjast með ykkur þegar þið hittist hérna, greinina. Það er hægt að kjafta. Ég held að það sé bara ótrúlega frjósamt alltaf þegar við hittumst og skiptumst á hvað menn er að gera og hvað menn vilja stefna og nýjungum og ég held að sé yfirleitt allir að stefna í sömu átt og það er kannski styrkleiki okkar í íslenskum sjávarútvegi að við höfum talað saman, við höfum þróað hlutina saman. Við höfum líka verið ófeimið við að skiptast á og opna á nýjungar sem einn kemur með nýjung sem að virka vel. Við höfum verið ófeimin að deila þeim með félögunum. Það er svona einmitt það sem maður hefur svolítið lært og við hérna í þessu spjall okkar hvað þetta er rosalega tengt. Maður hefur lært svo mikið um þessar afleitu greinar og hvernig hringrásin verður í þessu varðandi nýsköpun og hvernig þetta kemur allt tilbaka. Þetta er magnað hvað svona samspilið er mikið. Ég held auðvitað oft talað um þróunardeildir í fyrirtækjum og stóra þróunardeildir og ég held í rauninni að svona bæði auðvitað stofnanir sem vinna og hafa stutt í sjávarútveginn gegnum tíðina eins og Matís og Rannsóknastofnun Fiskiræktar áður og síðan fyrirtækin og menntasamfélagið, háskólasamfélagið. Ég held þetta sé ótrúlega frjór vaxta pottur í kringum þetta og okkur hafi lánast að, eins og ég segi, við erum ein stór fjölskylda. Já. Hvað svona þetta er búið að vera stórt, þetta er búið að vera mikið ár fyrir íslenskan sjávarútveg og svona umtalið ekkert alltaf kannski það jákvæðasta út af stríðinu hér í Kirkjustræti í vor og sumar sko, en hvar stendur greinin akkurat í dag? Ég veit þetta er mjög opin spurning en ef einhver ætti nú að geta svona næstu í svara þessu. Ég meina það er engin launung af því að auðvitað tók vorið á og slagurinn og veiðigjöldin tók á og sitt sýnist hverjum með það og við höfum auðvitað lent í íslensku sjávarútvegi, við höfum auðvitað lent í ölduróti í svona umræðu áður og það er kannski auðvitað við bíðum bara eftir að sjá endanlegan útreikning á veiðigjöldunum og við auðvitað tókum ákveðin átök í kringum þetta og ég held að þau hafi ekki verið ástæðulausu. Við teljum að þarna hafi menn farið aðeins svo langt en ég vona auðvitað að við stöndum þetta á okkur en ég held að það er byrjar uppsagnir. Það er búið að segja upp núna á vormánuðum á haustmánuðum einhverjum 40-50 starfsmönnum tengdum sjávarútvegi. Ég ætla ekki að sumir vilja kenna þessu veiðigjöldum aðrir tala bara um að þetta hefur verið eðlileg uppsöfnun hagræðingarþörf. Þannig en íslensku sjávarútvegur stendur auðvitað sterkt. Við erum með gott kerfi, við erum náttúrulega með mjög gott fólk, við erum með öflug fyrirtæki, eins og sagði það, stór kerfi í kringum okkur, tækni fyrirtækinu og annað, þannig ég held að greinin standi vel og ef við tvörum kannski íslensku, við höfum mælt í áratugi hvað þjóðinni finnst íslenskan sjávarútveg og höfum skoðanakannanir og tölur langt aftur í tímann og meiri hluti þjóðarinnar er nú bara stoltur af sínum sjávarútvegi. Hún var var með Höllu Hrund Lóðadóttur og Jens Garðar í gær svona að fá smá stjórnmálavingil á þetta og Halla Hrund talaði hvað henni fyndist kannski skrítið og svona fann það svolítið að eins og sjávarútvegurinn eins samofinn og hann er íslenskri sögu hvað hann væri samt aðeins að fjarlægjast og henni var svona furðulegt hvað kannski hann var að fjarlægjast bara hinn venjulega mann sem að vinnur ekki í greininni. Skilurðu hvað hann er að fara? Já, auðvitað er það þannig að við ef við förum í söguna, þá vorum við með auðvitað mun fleiri sjávarpláss og við vorum með mun fleira fólk starfandi í íslensku sjávarútvegi og ég meina sjávarútvegi var bara 70-80% af útflutningstekjum þjóðarinnar, þannig að hann var þjóðin. Það var hann sem kom þjóðinni úr
forkóðum. Þetta var það sem við áttum og okkur tókst vel að nýta. En auðvitað vorum við komin að ákveðnum endamörkum í því og þurftum að taka upp hérna kvótakerfi. Veið og mikið og það þurfti að takast á við það og auðvitað er það búið að kosta alveg sitt með þjóðarinnar, það er að segja, það er búið að fækka störfum. Það hafa alveg samfélag orðið undir og auðvitað hefur það bitið líka inn í þessa umræðu og það er ekkert óeðlilegt. Nú annað sem hefur gerst líka, við höfum tæknivætt vinnsluna mikið. Hér áður fyrir bara í öllum sjávarþorpum. Þá gátu allir hoppað nokkuð öruggt að vinna í fiski, salti, fyrir stjúsi. Unglingar ekki orðnir kannski 16 ára og mega nú ekki byrja að vinna í vinnslunum að nefnum viti fyrir 18. Og vinnsluna mun vera lokaðar en áður og hérna þannig að já, ég held að það sé ekkert óeðlilegt að það hafi, að við séum að sjá ákveðna breytingu í þessu en það er líka mjög mikilvægt að við tökum samtal við þjóðina og séum ófeimið við að segja hvað við erum að gera góða hluti. Er það eitthvað sem að þið hérna, þá hinn ángin af þinni vinni, þegar svona dagstæðilega ertu nú bara að reka reynslóttu fyrirtæki en svo ertu nú líka nú í SFS og formaða þar. Þannig að hérna, er það svona eitthvað sem að þú vilt inn á kannski árið 2026 til framtíðar gera meira af svona eitthvað svona heilbrigðu samtali við þjóðina? Er það eitthvað stefnu ykkar? Ég held að það sé alveg ljóst að við horfum alveg í eigin barm í því hvað við hefum getað gert betur og ég vona að Ari geri það líka. Og auðvitað er það stefnu okkar að koma okkar málstað á framfæri og leyfa fólki að fylgjast með hvað við erum að gera. Og ég held að það sé mjög mikilvægt. Hvað tölum aðeins bara síldarvinnsluna, það var nú bara eftir alla kannski neikvæða fréttirnar á árinu þá voru þið nú með jákvæða daginn, jákvæða afkomu viðvörun. Hvað er svona gott ár hjá ykkur? Ég held að það sé bara gott ár í íslensku sjávarútvegi í uppsiglingu. Það er ekki launung á því að við erum að sjá alveg metverð. Það er mikill samdráttur ef mann horfir til þess á hvítfiskinn. Gríðarlegur samdráttur í þorski og við erum auðvitað að sjá metverð á okkar þorskafurinn núna. Og almennt á hvítfiski, góð verð. Uppsjávarfiskurinn hefur verið í hæstu hæðum. Makrílvertið núna gekk mun betur en í fyrra hjá öllum. Við geymdum hellinga kvóta í fyrra, náðum ekki að klára kvótan. En núna klárum við allir sinn kvóta og veitum inn í næsta ár. Þannig að ég held að við sem að ljúka mjög góðu rekstrarári og munum sjá góða niðurstöðu hjá íslensku sjávarútvegi þegar árið er búið. Og það er væntanlega þá sterkt svona komandi inn í kannski smá óvissu 26 eða hvað? Já, ég held að það sé náttúrulega mjög gott veganest en það er auðvitað alltaf þannig að mann lítur alltaf hvert ár sem svona eitt kappleik. Þegar mann svona er búinn að landa þeim sigri þá fer mann að hugsa næsta leik og ég held að næsta ár sé verið alveg töff og við erum auðvitað að sjá gríðarlega hækkun á veiðigjöldum, allavega sem við boðum, við erum að sjá endanlega útreikninga. Við erum að sjá samdrátt í uppsjávarheimildum gríðarlega mikið, ef við horfum bara á makríl, síld, makríl og kolmunna og aðeins aukningu í norsk síldinni og við bindum vonir við að íslenski síldastofnir sé að koma. Þannig að ég ætla ekki að segja að það sé neitt svartnætti framöndan en það er auðvitað að teikna lofti á okkar helstu mörkuðum líka. Það er auðvitað átök í heiminum og svo þessi tollamáli í Ameríku eftir að koma kannski betur í ljós. Sko eitt með veiðigjöldin og bara útreikningana, því að eins og segir bara sýnist hverjum hvað var gert og hvernig en þetta eru bara lög og ber öllum að lúta þeim. En með útreikningana, því að eins og ég var að skilja Guðmund í bréfi í gær að þið viti í raun og veru ekki, ef ég var að skilja rétt, sko hvað er á hverju tegund? Er ég skilja þetta rétt? Ég held að þessi best bara leiða veiðigjöldum að koma núna. Ég veit alveg að það er verið að glíma við að sitja saman og vinna eftir þessum lögum væntanlega inn í Fiskistofu og Skattinum. Og það er auðvitað ljóst að fyrirsjáanleikinn í þessum formúlum og hvernig þetta er gert, hann er ekki til staðar. Og það sést náttúrulega best að því þegar við erum að vinna þetta, hvað menn fór í margar hringi með niðurstöðuna. Og mér finnst það vont, við vorum að koma á mjög einföldu kerfi og ég held líka meðan stundum átt að segja á því að skattur sem er tekin í dag, þú getur tekið mikinn skatt í dag af einhverju atvinnugrein, en það getur líka að minnka skattsporna til framtíðar.
en það getur tekið einhver tíma. Hver milljarður sem tekinn út úr fyrirtæki í skattheimtu svona auka viðbótar, að hann auðvitað dregur mjög úr fjárfestingargetu. En þetta ekki eins og alltaf með íslenska sjávarútveg, menn bara standa í stafni og taka blæstrinum í andlitið, svona eins og hægt Sko, íslensku sjávarútvegur hefur í gegnum tíðina gengið í gegnum alls konar öldurót á mörkuðum, áður fyrir í genginu og aflabrestur og svo framvegis. Auðvitað veiðigjöld og svona skattheimta, hún kannski erfiðar að takast á við það því það kannski að mannavöldum. En auðvitað trúi ég því að greinin muni aðlaga sig að þessu eins og öllu öðru. En ég óttast kannski að það verði kannski dálítið sársaukafullar aðgerðir sem að margir þurfa að takast á við og við erum búin að sjá kristallast núna á einhverjum stöðum. Við vorum að þetta fara allt vel. Gunnþór, takk hérlega fyrir að gefa smá tíma til að sittast niður með okkur. Kunnum vel að með þetta. Takk fyrir þetta. Við höldum áfram eftir smá stund, við höldum að fara aðeins í markaðsefnið. Við höfum eftir að fá hér Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur og fyrrverandi ráðherra nýsköpunar, fjármála og utanríkismála. Þannig að það er alvöru dagur framundan.
Halló, halló, halló. Heyri mér það? Velkomin aftur að fara að síða á seinni hlutan hjá okkur en við hefum nokkur mjög áhugaverð viðtöl eftir hér í settinu í horninu í Hörpu á sjávarútvegsráðstefnunni 2025 þar sem allir að róa í sömu átt. Við ætlum að fara að tala um markaðsmálin því að einhvern veginn þarf líka að markaðssetja fiskinn og fiskvinnslurnar og greinina og útflutningin og ég veit ekki hvað og við erum komið með 2 frábæra menn til þess að ræða þetta við okkur. Annars vegar Daði Guðjónsson, forstöðumaður markaðssamskipta hjá Íslandsstofu, velkominn. Takk fyrir það. Og hins vegar Hreggviður Magnússon, framkvæmdastjóri Síder sem innan Pipar TBFA sem nú fyrirtæki heldur betur tengt sjávarútveginum í þegar kemur að markaðssetningu. Velkominn. Takk hérlega. Herru, kannski byrjum á þér aðeins Daði, af því að þú ert nú með erindi hér á eftir ásamt Valgeiri Magnússyni, miklu betur þekktur sem vel á sport. Svona, það sem mér fannst svona kannski áhugaverðast var hinn risastóra spurning af hverju erum við best í fiski? Einmitt. Og þú ætlar einhvern veginn að svona, ég veit ekki, ætlar að útskýra það fyrir eða er þetta bara opin spurning? Við ætlum að leita svara hjá salnum. Já. Við ætlum að fá greinendur til að hjálpa okkur að reyna að einkenna hvað er það sem er svona frábært fyrir íslenska fisk og íslenska sjávarútveg. Það er bara svo áhugavert þegar við erum að fara með markaðsrannsóknir úti á markaðssvæðinum að þegar við spyrjum beint neytendur hver er munurinn, hvað tengir við þegar þú hugsar íslenska fisk eða norskan fisk, þá er mjög áhugavert að sjá hvernig hugurinn er hjá neytendum, hvort það sé einhver aðgreining og það er það sem við ætlum að kafa dýpra í á erindinu og við ætlum að reyna að fá þá líka salin með okkur í að reyna að skilja, eru við að fara að skapa okkur eitthvað sérstakt svona pláss á hillunni sem einhver ákveðin fiskur eða einhver ákveðin uppruni. Það er einhvern veginn þannig að við sem neytendur, við viljum kannski meina að markaðssetning hefur ekki áhrif á okkur og við erum mjög sjálfstæðir sem neytendur en það er einhver ástæði fyrir því að við veljum einhver ákveðin vörumerki eða einhvern ákveðin uppruna og það er það sem er okkar starf, að það er að reyna að vera samkvæmt saman okkur úti á mörkuðum, vinna saman með greininni og reyna að koma þá einhverjum áhrifamiklum skilabóðum framfæri. Já. Og það er það sem við ætlum að leitast við á málstofan okkar. Hver er staðan í dag með þetta, bara svona því að Íslandsstofa sér nú svona allsherjar markaðssetningu fyrir landið okkar. Svona hvar stendur íslensku sjávarútvegur í dag svona í þessum heimi? Þetta er áhugavert sko. Við erum búin að vera með bara markvisst markaðsstarf á ákveðnum svæðum. Og sjávarútvegur er áhugaverður að því leyti ef maður ber saman til dæmis ferðaþjónustu og sjávarútveg. Þú ert með ferðaþjónustu þá ertu með svona frekar einsleita vöru, það er þessi áfangastæðir sem einhvern veginn á við öll markaðssvæði. En í sjávarútvegi þá erum við ótrúlega svona afurðadrifin eftir ákveðnum svæðum. Saltfiskurinn er á Spáni, þorskurinn og fish and chips er á Bretlandi og núna erum við einmitt að svona hefja ákveðna vegferð í Þýskalandi með gullkarfa. Og staðan er svo að við erum ekki með, sko ef við berum okkur saman með önnur lönd, eins og Noreg sem er kannski með 7 milljarða í markaðsfé á ári, þá erum við talsett frá því. Þannig að við þurfum bara sem lítil eyja að hugsa þá öðruvísi og vinna þá saman og nýta bara peningarna sem best. Þannig að okkar markaðsstarf snýr meira að svona B2B og að vinna með fagaðilum sem eru þá annaðhvort í innkaupum eða eru þá í svona matreiðslu geiranum og við vinnum þá bara markvisst við þeim til þess að hjálpa okkur að koma, þeir hjálpa okkur að koma vöruna á framfæri. Ég meina, Daði sér Ísland sem heild, þá Hreggviður, ert þú hjá Pipar og með fyrirtækin svona svolítið beint og Pipar og Síder hafa nú svona einhvern veginn bara, ekki bara einhvern veginn, hafa svona endað í því að vera bara með, ég vera mjög stór markaðsaðili eða markaðsfyrirtæki í sjávarútveginum. Þannig að þú þekkir þetta mjög vel. Já, heldur betur og ég tek alveg heilshugar undir með honum Daða sko að þetta viðfangsefni er gríðarlega skemmtilegt en þetta skiptir okkur Íslendinga gríðarlegu máli. Þetta verða á endanum ofboðslegir hagsmunir fyrir okkar vöru sem við erum hér að þróa og selja út á landi. Og þegar þú nærð vörumerkinu íslenskur fiskur upp í hugum neytenda að þá getur þú selt hann á hærra verði. Og núna erum við búin að vera að selja að meðaltali síðastliðin ár fiskinn okkar örlítið hærra en norðmenn en það er búin að núna ná einhverju jafnvægi. En leið og við erum með fullana vöru þá er náttúrulega meiri arður í því, það er kannski önnur umræða. En við höfum
unnið með sjávarútvegi, beinum fyrirtækjum hér heima á Íslandi, markaðssetja vörur erlendis, tæknifyrirtæki, Skaginn, Valka og fleiri, en kannski núna upp á síðustu 2-3 árin höfum við unnið með samtökum uppsjávarfyrirtækja í Danmörku. Þær eru búin að vera að vinna að því að markaðssetja danska síld á útflutningsmarkaði. Þar voru uppsjávarfyrirtæki að glíma við minnkun í sölu á lykilmörkuðum og þurftu að ýta undir einhvers konar skilaboðum ágæti á þeirri vöru. Svo erum við búin að vinna með kanadískum sjávarútvegi á austurströnd Kanada og það verkefni er búið að vera svo skemmtilegt. Það voru 3 vörur, 3 fisktegundir og þú nefndir karfan á Þýskalandsmarkaði. Þar var ein tegundin, sérstök tegund af karfa og það er kvóti, það er nóg til en það er ekkert verið að veiða og það er ekkert verið að selja. Og svo fóru menn að hugsa frá þessari grein, samtökum sjávarútvegsfyrirtækja þarna í Kanada. Hvernig eigum við að selja þennan karfa vegna þess að þessi sérstaka tegund af karfa er minni, þannig að þegar þú ert búin að vinna hana þá ertu með hlutfallslega hærri kostnað á að vinna vöruna og þá kannski er hún ekki það arðbær að selja á erlenda markaði. Þannig að þetta er búið að vera svolítið áskorun fyrir Kanadamennina. En við svolítið snérum þessu við og reyndum að búa til eftirspurn áður en farið var að fara í og kaupa flugmiða og fara með kokka og halda íventa og tengja við fólk og við fórum í markaðsherferð þar sem við vorum að plasera og talandi mörkunina og branding að við erum að plasera þennan karfa ekki við hliðina á öðrum karfategundum. Heldur erum við að horfa eftir miklar markaðsrannsóknir og leita að innsæi, alveg svo Daði vísar í og það er gulls í gildi að gera það vel. Að við erum að plasera þá þessa fisktegund við hliðina á minni fisktegundum sem eru seldar sem delicacy og premium vara á erlendum mörkuðum, Asíu og annað slíkt. Og leið sköpum við hugrenningatengsl við þá premium vörur og þá allt í einu kom eftirspurn fyrir þá á verðum sem að Kanadamenn voru sáttir við. Og nýlega fengum við hönnunarverðlaun fyrir þessa vinnu okkar. Þetta var mikil vinna yfir smá tímabil en við fengum Red Dot hönnunarverðlaun fyrir þessa vinnu, þannig að þetta er búið að vera mjög skemmtileg vegferð. Þetta er svo merkilegt því að bara maður heldur að það þarf einhver að veiða þetta og svo þarf að selja þetta og þessi útflutningur og þessi geiri er orðinn svo harður og svo rosalega mikil samkeppni. Ég tala nú ekki bara eins og laxinn okkar við Norðmennina og bara ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að bara hversu ótrúlega mikilvæg markaðssetning er ef að útflutningurinn á bara að skila sér og líka bara í gæðum og verði Algjörlega, ég held að íslensku sjávarútvegur, þú finnur ekki betur sölumenn. Það er bara virðiskeðjan og allt það er alveg upp á besta sem hægt er að biðja En ég held að við eigum eitthvað inni með markaðssetninguna og nefnum karfan. Mér finnst það svo áhugavert dæmi sem í Þýskalandi. Þar hefur ekki verið kannski markvisst markaðsstarf á þeim markaði og bara ef við lítum á síðustu 10 ár að íslenskur gullkarfi var í svo frábæri markaðsstöðu og við mist hlutdeildina alveg niður. Það er eitthvað sem við þurfum að vinna í núna með greinin, reyna að skilja eru neytendur hættur bara að borða karfa eða eru við allt í einu orðin bara ekki sama hilluvaru við vorum og eða þá einhverju að gera bara frábæra vinnu fyrir Kanada og það er svo áhugavert. Mér finnst líka áhugavert þegar maður skoðar dæmi bara hvað er markaðssetning og annað. Það er að vera top of mind líka. Og þegar þú ferð inn í búðina og ætlar að velja vöru að þú hugsar, mig langar í íslenskan fisk eða ég hugsa gæði því ég hugsa íslenska fisk. Og þetta er svo áhugavert þú horfir eins og bara Bretland. Þú veist, þegar við vorum í þorskastríðinu, ekki kannski besta markaðssetning í heimi, en þú varst rosalega top of mind að Ísland var fiskveiðiþjóð. Bara fiskveiðiþjóðin og verður saman síðan kynslóðir bara ef við spyrð opna spurningar bara hvaða land hugsar gæða sjávarafurðir að eldri kynslóðin alveg Íslandi er mjög ennþá top of mind hjá þeim, ég segi Ísland en það er einhvern veginn eins og að við séum á bókstaflega deyja út í top of mind því að þú ferð síðan í yngri kynslóðir það er bara svona lína. Það er það sem að við þurfum að passa þá líka er að við séum að tala við yngri kynslóðir sem eru framtíðarkaupendur og eru komin á markað að
að kannski eru þau að hugsa þetta öðruvís og við þurfum að minna á okkur. Eru þau að hugsa um önnur lönd þá sem besta fiskinn, Já. eða bara ekki að hugsa um fisk yfir höfuð? Í allan að það sem við sjáum ef þú berð saman til dæmis um Noreg, Já. að það frekar flöt lína. Og þau eru í miklum markasetningu gagnvart í rauninni líka þeim markhópi. Já. Á meðan í rauninni við höfum ekki fjármagn til að vera í einlegri neytendamarkasetningu fyrir íslenska sjávarútveg. Þannig að maður svona veltir fyrir sig hvort það sé eitthvað tækifæri þar, því okkur finnst eiginlega frekar sorglegt að sjá svo þróun og maður hefur smá áhyggjur fyrir framtíðina. Við erum að fá frábær verð núna en við viljum hins vegar líka byggja okkur þannig framtíð að við séum að vinna á þeim grundvelli. Þetta var sama áskorun og uppsjávarfyrirtæki í Danmörku voru að glíma við með síldina að sko þetta er svona kynslóðin sem er að kaupa síld er bara eldast og hún er ekki endurnýjast. Og í svona innsæðisvinnu þá, jú, ég meina sjávarútvegurinn er að framleiða vöru sem er holl og við höfum öll gott að því að borða meiri fisk og við vorum að sjálfsögða að tala um heilsusamlega eiginleika í skilaboðinu en það sem var ákveðið að gera var að það sem við vorum að fara að tala við 25 ára og 32 ára töluvert yngri mögulega framtíðarneytendur út af því að það var viljinn svipað eins og við erum að glíma við að þá allt í einu sko var ákveðið að fara í að hluta til voru skilaboð sustainability vegna þess að það að veiða síld þegar hún er komin á diskinn hjá þér þá ber hún einhvern minnsta kolefnisfótspor í þessum fæðustiga samanborið við þá kannski nautakjöt og annað slíkt og þetta er náttúrulega líka eitthvað sem að íslensku sjávarútvegur getur talað um og þá er allt í einu svona skilaboð komin á ákveðna markhópa sem að virkaði mjög vel þannig að við þurfum að vera svolítið þannig hugsandi að við séum að hugsa út fyrir kassan og einmitt að herja á yngri framtíðarneytendur. Það vantilega skiptir yngra fólk máli í dag eins og kannski Hreggviður er að koma inn á bara hvernig ekki að fullera þetta því að frekar format í spurningu skiptir það meira máli hvernig maturinn kemur á diskinn eða? Samkvæmt rannsóknum já en það er samt áhugavert að sjá með yngri kynslóðina er að þetta er eins og því að vera sína markaðsmálum fyrir krónuna og annað er að þú veist þetta skiptir gríðarlega miklu máli og þau segja það en síðan þarf maður líka að sjá hvernig þeir hegða sér hvað eru þau að kaupa og annað er að maður sér í rauninni það sem kom mér á óvart var að eldri kynslóðin var að kaupa með ábyrgari hætti skiljiði en var ekki eins mikið að segja að það skiptir sér máli og öfugt þannig að svona þegar maður horfir á þetta svona þverskurð maður finnur að sjálfbærni skiptir meira máli en aður en þetta er samt eitthvað sem er að þróast í ákveðnar áttir og maður sér ýmsar breytingar í þessum efnum líka þannig að maður þarf líka að finna hvað atriði er að keyra mest kannski ákvörðuna á kaup og annað en ég held að samt sem áður að sjálfbærni er gríðarlega mikilvægur hlutur til þess að koma á framfæri og er einn helstu aðgreiningarþáttur íslenskum sjávarútvegs sem við ættum að byggja á. Það er búið að vera sérlega áhugavert að hlusta á fyrirlesari hér og auðvitað Guðmund og með ákveðin skilaboð en alveg ég hafði sérlega gaman að hlusta á Ægi. Á Iceland Seafood. Já, Iceland Seafood og hann auðvitað talar um virðiskeðjuna og er búinn að vera lengi í bransanum og er náttúrulega mikið erlendis og með puttan á púlsinum og hlutverk vinnslunnar hér á Íslandi og svo framvegis. Og það er svo áhugavert að hlusta á þessi dæmi sem hann talar um bæði í Þýskalandi og niður í Suður-Evrópu að sko það er eins og það sé verið að selja sko fisk sem íslenska sem er ekki íslenskur. Og það er verið að taka DNA-prófanir og hvað var þetta 17% af einhverju mengi í sko Suður-Evrópu er bara einhver fiskur seldur sem íslenskur. Þetta segir þetta okkur að staða íslensks fisks sé góð, en hvað erum við að gera svo meira með það? Þannig að, og eins þegar að gera bara gömlu góðu svótgreininguna. Ég hafði nú bara gaman að því að sjá svótgreiningu upp á Glærusjói á sjávarútvegsráðstefnunni. Og hún var það góð að ég tók mynd af henni, sko. En auðvitað þar í tækifæri, þar er náttúrulega mikið að tala um þetta topic, sko. Það er ímyndin, markaðssetningin, og ég held og tek undir með Ægi og veit að við Daði erum þar algjörlega skoðanabræður að tækifærin eru til staðar en það þarf samhent átak þá að
aðilar úr sjávarútvegi og þá ríki og Daði og hans félagar taki höndum saman og þetta held ég að sé svona ákveðið lykilskref í þessu að sameinast sem grein í að efla stöðu og ímynd okkar íslensk sjávarútvegs erlendis. Sko, því við erum að tala um þetta sem að Hreggviður var að tala um að því að Ægir satt nú með okkur í gær og sagði okkur þessa frá þessu að er þetta ekki smá eins og með markaðssetningu bara eins og þú ert búin að elda sko beef bourguignon sko í 6 tíma, þú ert síðan bara 5 mínútur að borða það. Alveg samantalið með markaðssetningu og bara svona við erum búin að byggja okkur upp, koma okkur upp á einhverja rosa háa hillu sem gæti verið hærri erlendis. En við erum vantilega miklu fljótari að fara niður talandi um top of mind og fólk hugsi gæði ef að svona heldur áfram að viðgangast einhvern veginn. Er þetta ekki stór hættur fyrir markaðssetningu? Ég myndi segja sko, það er svona, þitt fyrsta instinkt já, en ég myndi segja nei vegna þess að sko bara viljinn að einhver vilji kopía þetta. Bara, þú veist, já, ég meina Kína vill kopía sko ýmis vörumerki sem eru þekkt og það er styrkur í vörumerki. Við leitum til Apple vara út af því að við bara erum með hugrenningatengsl og tilfinningar gagnvart þessu vörumerki. Það er ótrúlegt og svo framvegis. Þannig að það að einhver vilji setja fiskinn sinn undir okkar vörumerki, það er gríðarlega sterkt. En svona ef ekkert gert og þessu er lyft að viðgangast, það er einhver hætta í því. Ég myndi segja það, þetta getur skaðað. Þess vegna skiptir sko uppruni og möguleg vottun og annað slíkt og einhvern veginn að tengja við þetta íslenska vörumerki. Gríðarlega mikilvægt fyrir hagsmuni okkar. Algjörlega. Þetta er alltaf talað líka bara out of sight, out of mind. Og það er einhver ástæði fyrir að Coca-Cola er að auglýsa, þekkja allir kók, en þau þurfa að minna á sig og það er alveg til líka bara ákveðin dæmi úr bara markaðssetningarheiminum. Eins og Nike fór á tímabili ákveðin þess að vegferða, bara heyrðu við erum varan tala fyrir sig og svo framvegis og þau mistu hlutdeild og annað. Og þetta er alveg, þú veist, ég er algjörlega sammála því að við erum með ótrúlega sterka vöru og við erum að fá flott verð. Þetta er meira bara svona markaðssetning er akkurat til þess að hugsa til langstíma. Þetta er ekki salan í dag heldur, salan á morgun og næstu framtíð, þú veist. Og ég held þetta sé, þú veist, kannski ættu að horfa á þetta bara það er ótrúlega mikil tækifæri. Í staðinn fyrir kannski að horfa á þetta neikvætt og við munum missa allt frá okkur eða annað. En meira bara við erum að standa okkur ótrúlega vel í sölunni, við erum með frábæra vöru. Þú veist, það er bara ágóður fyrir okkur að nýta markaðssetninguna til þess að keyra virðið upp og vera bara relevant gagnvart kynslóðum sem eru að koma inn á markaðinn og eru á markaðnum. Þannig að ég held að sé fullt af tækifærum og það er, þú veist, á meðan við erum ekki inn á markaðnum og einhver aðrir eru að tala, þá erum við allan ekki í samtalinu. Ég var á samtök ferðaþjónustunnar, voru með alltaf sinn fundum daginn og sem að lauk á því að það var verið að frumsýna nýja auglýsingaherferð, SAF, var til Bretlands sérstaklega, eða bara Bretlands í raun og veru, þar sem að einn strákurinn In-Betweeners var hérna með einhverjum 2 öðrum og Joe Thomas, einmitt. Já, var að herja á norðurljósin. Er þetta eitthvað sem að, veit alveg að svara já, en ég ætla samt að spyrja, er þetta eitthvað sem við þurfum að gera meira af svona heilsteypt markaðssetning frá geiranum þá og eða í samstarfi við Íslandsstofu eða eitthvað fyrirtæki? Við höfum allan að fundið það. Ég meina við munum með ferðaþjónustunni núna í meira en áratug að byggja upp ásýnd og vitund áfangastæðin og þetta er svona áhugavert þegar við vorum einmitt fyrir bara svona áratug síðan með ferðaþjónustunni og það kom enginn að vetri til. Þú veist, þetta var sumar áfangastæður. Sem þetta mjög fyndið í svona ljósið þess að búa hérna. Akkurat, það eru bara tækifæri til þess að byggja það og þetta var áhugavert jafnvel þegar við vorum að ræða við greinina og þau voru að segja að það kemur enginn hérna að vetri til og annað. En við tókum saman höndum, við unnum að sameiginlegri markaðssetningu og það eru fleiri ferðamenn sem koma núna í janúar og febrúar heldur en þá í júní, júlí, ágúst í rauninni og við náðum einhvers konar heimsmeti að lækka árstíðasveiflu og byggja upp sjálfbæran vexti yfir allt árið. Þannig að þú veist, þetta kemur út úr þessu sameiginlega samtali sem að þú veist, við höfum vissilega verið að vinna með sjávarútvegum á mörkuðum. Þú veist, við höfum verið að vinna mjög bara flott starf í Suður-Evrópu með saltfiskinn og í Bretlandi líka með fish and chips og svo framvegis. En það er eitthvað, við höfum aldrei náð kannski á sama stall og Noregur í markaðssetninguna því þeir hafa fjármunina. Þannig að
Já, eins og ég segi, þú veist, ég held að það eru fullt af tækifærum til þess að vinna betur saman að þessu. Eins og ég segi, þú veist, frábær vara, frábær iðnaður og bara, þú veist, hérna, sjávarútvegurinn á Íslandi er til fyrirmyndar. Bara fleiri ættu að vita því. Og það áhugaverða líka er að í rannsókninu sjáum við, því meira sem fólk veit um Ísland, þeim mun jákvæðir er það. Einmitt. Það er allavega gott að það sé líka, það er bara að vita meira hérna hvað við höfum fram að bjóða. Frábært. Þú fær allan að svara því af hverju Ísland best í fiski hér á málstofunni á því ára eftir. Ég hlakka mikið til að fylgjast með því. Daði Guðjónsson, Íslandsstofu, Hreggviður Magnússon, framkvæmdastjóri Cedar, takk kærlega fyrir að setjast niður með okkur. Virkilega áhugavert, mjög gott spjall. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Við höldum áfram eftir smá stund. Við höfum eftir að fá framkvæmdastjóra SFS og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir að loka þessu með okkur hér á eftir.
Velkomin aftur, erum hér enn í Hörpu. Sjávarútvegsráðstefnan 2025 í fullum gangi, seinni dagur og við höldum áfram að fá til okkar góða gesti til þess að ræða sjávarútveginn frá öllum mögulegum og jafnvel ómögulegum hliðum. Við erum búin að tala mikið um verðmætasköpun, verðmæti og hvað þetta er, tekjuhliðin og ég veit ekki hvað og hvað, en einhvers staðar þarf að setja peningana, einhverju þurfa að fjárfesta þessu og halda utanum allt saman. Við erum komið með góða gest, Runólfur hjá Íslandsbanka, framkvæmdastjóri, forstöðumaður sjávarútvegs hjá Íslandsbanka, velkomin. Verðandi framkvæmdastjóri. Verðandi framkvæmdastjóri, við bara, þú veist, hope on hope. Herru, hvað segir mér, hérna, hvað er svona ykkar aðkoma, já, kannski byrjum aðeins á því, sko, sjávarútvegs teimi bara hreinlega hjá Íslandsbanka. Já. Segir okkur eitthvað greinina, hversu þessi verðmæti þarna eru? Já. Sko, sjávarútvegur hefur alltaf verið gríðarlega mikilvægur hluti af okkar starfsemi og í raun og veru er þannig að Íslandsbanki var stofnaður til þess að þjónusta sjávarútveginn 1904 og það kom til sögu þess að þá var verið að vélvæða flotann á Íslandi og það þurfti bara fleiri til því þetta var stórt verkefni. Þannig að 1904 var Íslandsbanki stofnaður til þess að hjálpa og aðstoða við þá vélvæðingu. Og Íslendingar voru með þeim fyrstu til þess að vélvæða flotann, þannig að nýsköpun og verðmætaaukning hefur bara alltaf verið í fararbroddi hér. Já, ef það er eitthvað sem við höfum lært á þessu spjalli okkar hérna síðustu 2 daga, það var það hversu, sko ekki bara hversu framarlega við stöndum núna, heldur bara hversu framarlega við höfum staðið í raun og veru bara frá, hvað má maður segja, upphafi nýsköpunar, sko. Bara farið af nánast trébátunum og yfir á vélbátana og allt sem að því tengi, sko. Það er bara hárrétt og hérna ég og við hérna í Íslandsbanka finnum mjög vel fyrir því að hérna við höfum áratugaskeið líka verið að lána alþjóðlega í sjávarútveg og það tengist bara einfallega því að við kunnum þetta og hérna þetta er hluti af DNA bankans. Sjávarútvegur erlendis á það til að vera svona hálfgerð jaðar starfsemi. Bankar og fjármálastofnanir hafa verið í vandræðum með bara að skilja hvað maður að segja hversu sveiflukendur og hérna kannski svona hérna óstöðugur sjávarútvegur getur verið. Við vitum að þetta bara sveiflast eftir afla, þetta sveiflast eftir verðmæti, verði á mörkuðum, veðri og svo framvegis. Þannig að hérna, það er eitthvað sem við Íslendingar höfum bara lært að lifa við og hérna þekkjum, en erlendu fjármálastofnanir þær vilja stöðugleika og hérna fyrirsjáanleika sem að sjávarútvegurinn býður ekki alltaf upp á. Þannig að við höfum verið að vinna lengi erlendis á alþjóðamörkuðum og þar finnum við sérstaklega fyrir því hversu hátt Ísland er skrifað í þessum geira og varðandi nýsköpun og slíkt. Það er alla skip sem við skoðum og hérna heimsækjum erlendis á þess að sé íslenskur hugbúnaður og tæki borð og hérna skipin hönnuð hérna hjá Íslendingum eða gegnum íslensk fyrirtæki. Þannig að við erum alltaf gríðarlega stolt af því að hérna vera erlendis og getum borið höfuðið hátt, sko. Þannig að það er vantilega mikil þekking innan bankageirans hérna heima og hjá ykkur hvað þetta varðar svona með að svolítið ís í maga varðandi allt svo að tala allar áskoranirnar. Bara, ég meina, ímyndaðir, getur þú sett eitthvað í eitthvað samhengi bara eins og loðnubrestur, hvað þetta hefur bara mikil áhrif á þessar sveiflur? Já. Sko, það er reyndar búið að breytast mikið, sko. Eins og ég sagði áðan, Íslandsbanki stofnaði 1904 og hefur verið að þjónusta sjávarútveg alla tíð síðan og það hafa verið hæðir og lægðir og hérna bankinn hefur meira að segja farið í þrot á einhverjum tímapunktum í þessari 100 ára sögu og í einhverjum tilvikum var það bara tengt sjávarútvegi. Það hafði einmitt með að gera þegar að verið var að fjármagna fyrirtæki sem voru í uppsjávarveiðum og það var bara aflabrestur. Þetta er sem betur fer allt önnur mynd í dag. Eins og þið sjáu kannski að þá hafa þessi sjávarútvegsfélög verið að styrkja sínar stoðir, verið að fjölga sínum svona undirstöðu greinum og þannig að flest fyrirtæki í dag eru bæði með botnfisk og uppsjávar heimildir til þess að takast á við svona sveiflur. Og við sjáum meira að þessi stærstu fyrirtæki í dag, þessi skráðu fyrirtæki eru farin að fjölga stöðunum út fyrir hefðbundna sjávarútveg
farnir að fjárfesta í fiskeldinu hérna heima. Þetta allt með þetta í huga að minnka sveiflur, minnka líkurnar á því að þú lendir í verulegum áföllum. Já. Þannig að fyrir íslensku bankana að vera að vinna hérna heima í dag gjörólíkt frá því sem það var fyrir nokkrum áratugum nú svo sem. Stabilitetið og styrkleikur þessar fyrirtækja orðið miklu mun meiri. Eru erlendir þegar þú var að segja að þið var að lána og hérna í fjárfestingum eða lána væntanlega mest erlendis, kemur það þá heima saman um það sem varst að segja með þessar stofnanir sem að vilja bara stöðuleika, eru þá erlend sjávarútvegsfyrirtæki bara að leita hingað af því að þau vita að hér skilningur og þekking á þessum sveiflum? Já, ég var nú kannski að ýkja, ég myndi segja að ég var að leita hingað. Við förum til þeirra og kynnum okkur en þau hlusta sannarlega. Já, það er í sjálfu sér spurningi sem við fáum mjög fljótlega hvað íslenskt fjármálafyrirtæki að gera í Bandaríkjunum eða á meginlandi Evrópu þar sem fjármálakerfið gríðarlega stórt og það gleymist stundum stóru íslensku sjávarútvegsfélögin eru mjög lítil sjávarútvegsfélög í alþjóðlegum samanburði. Við vorum að læra það hér í gær. Já, bara mjög lítil og þannig að allt varðandi samkeppnismál og annað finnst okkur stundum tekið úr samhengi því að þessi fyrirtæki eru að keppa á gríðarlega stórum markaði og já, ég get alveg staðfest að þau eru ekki mjög stór á alþjóðasamanburði. Sama með íslensku bankana, við erum litlir bankar í alþjóðlegum samanburði. Þar að leiðandi spurt hvað eru við að vilja þarna út. Það kemur mjög fljótlega ljós að við höfum alveg hlutverk að gegna þarna því að við förum og vinnum með þessum fyrirtækjum og við vinnum með þeim í gegnum þessar hæðir og lægðir, góðu árin sem og slæmu árin. Já. Þannig að þess vegna höfum við, og það er ekki bara Íslandsbanki, hinir stóru bankarnir hérna heima eru að gera slíkt því sama. Já. Því að það er bara eftirspurn eftir okkar sérfræðiþekkingu þarna erlendis. Og vinklast á nýsköpunin inn í þetta, þessi stóru nýsköpunarfyrirtæki, þau þurfa náttúrulega vantanlega fjármagn líka og meðhöndlun á sínum málum. Já, það góða er nú svo sem að stóru nýsköpunarfyrirtækin okkar hafa svo sem bara vaxið, við höfum ekki náð að vaxa með þeim. Nei. Þannig að þau eru svo sem fann að fjármagna sig erlendis. Það sem við höfum kannski gert, við horfum til dæmis á það sem gerist með Össur, þó það sé ekki sjávarútvegi að þá náttúrulega óx það bara frá okkur. En varðandi til dæmis Marel, að þeir hafa langt skeið verið nú að fjármagna sig aðallega erlendis og hvað þá núna þegar að JBT kaupir þá. Þannig að en við gegnum ennþá augljóslega mjög mikilvæg hlutverki varðandi að þjónusta og styðja við þessi nýsköpunarfyrirtæki hérna heima. Og Íslandsbanki til dæmis samstarfsaðili sjávarklasans og einn af þeim stofnaðilum sem komu að sjávarklasanum og það nú eina leiðin okkar til dæmis til þess að styðja við nýsköpun og þessi fyrirtæki sem eru að koma sér á stað hérna heima. Við höfum ekkert náðið að ræða hann hingað, það nokkri hafa minnst á hann bara, sjávarklasin. Já. Þú getur aðeins sagt okkur frá hann? Já, ég nú kannski ekki besti maðurinn til þess. Nei, bara því að þú vantarlega þekkir aðeins til. Já, ég þekki aðeins til og eins og ég var minnast á þá erum mjög stolt af því að hafa verið í samstarfi með sjávarklasanum frá byrjun. Og þetta reyndar algjörlega magnað verkefni og enn eitt verkefnið sem að erlendir aðilar að pikka upp. Já. Því að nú búið að vera að stofna sambærilega sjávarklasa vítt og breitt, nokkra í Bandaríkjunum og eitthvað held í Evrópu líka. Ég hef nú verið að heimsækja þá svolítið þessa sjávarklasa í Bandaríkjunum og þeim stilt upp bara að íslenskri fyrirmynd þar sem að augljóslega stóru sjávarútvegsfélögin á þeim slóðum taka sig saman ásamt öðrum í einkageiranum og jafnvel opinberum aðilum og búa til samstarfsvettvang. Því að þið getið ímyndað ykkur hvernig þetta fyrir þá sem að vinna í nýsköpun að vera dreifðir út allar trissur, þetta eru oft 1, 2, 3 aðilar til þess að byrja með. Þannig að hafa einhvern stað þar sem að allir eru einhvern veginn geta jafnvel verið í samstarfi. Já. Og auðvelda aðgangað bara spjalli og samtali hvað gerist í greininni og hvernig þeir geta lagt sitt til marka. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Og sjávarklasinn hérna bara augljóslega frábært dæmi það hvað það hefur heppnast vel. Hann orðinn nokkur ára gamall en eldist mjög vel. Sem betur fyrir erum við búin að sjá
nokkur verkefni, byrja þar og svo bara vaksaði út úr sjávarklasanum og eru orðin bara stöndug fyrirtæki í dag. En svo held ég algjörlega ómetanlegt allar þessar nýju hugmyndir og verkefni sem hafa sprottið þaðan og þó það ekki orðað einhverjum stöndugum verkefnum, að þá skilur þetta alltaf eitthvað eftir sig, sko. Þið náttúrulega því að þið eru á fjármálamarkaðnum augljóslega, sko nú þetta eru sjálfsögur menn sem eru í geiranum búin að tala um veiðigjöldin og hvernig svona næsta ár verður, því að þetta ár gott, bara stefnir í mjög gott ár, Gunnþór var að segja ykkur frá því og náttúrulega sérstaklega gott hjá honum og bara fleira því að verðin eru það há að bara 2025 virðist vera bara frábært ár í íslenskum sjávarútvegi sem er bara algjörlega æðislegt. Eru þið strax bara í bankanum sem að horfa á markaðana farnir að finna fyrir einhverjum samdrætti eða svona sveiflum eitthvað niður og við út af næsta ári, virkar þetta það langt fram í tímann einhvern veginn? Já, sjálfsögðu hefur þetta strax áhrif og þó svo að fyrirtækin séu eiga bara fínt rekstrarár sem betur fer, að þá eru ástæðurnar fyrir því að einhverju leyti utanaðkomandi verðin fyrir eins og þorskin í dag eru gríðarlega há og við eitthvað af því getum við hrósað okkur fyrir Íslendingarnir en að mestu leyti kemur þetta til sökum þess að aflaheimildir í Barentshafi hafa lækkað gríðarlega mikið. Þannig að aðgengi að þorsk á mörkuðum hefur minnkað og þar af leiðandi framboð og eftirspurn verð hækkað. Þannig að það er að sjálfsögðu mjög gott og hefur hjálpað mikið til, en það eru utanaðkomandi aðstæður. Ef að verð á þorski hefði þróast í hina áttina, að þá væri staðan allt önnur. En þetta er líka, þetta er þó misjafnt á milli fyrirtækja, því að þó svo að síldarvinnslan sé nýbúin að koma út og gefa út jákvæða afkomuviðvörun, sem er að sjálfsögðu frábært, að þá getum við séð það sem er að gerast í Vestmannaeyjum, þar sem verið að loka fyrirtækjum og selja skip og það tengist þessari óvissu, til dæmis varðandi veiðigjöldin. Það veit enginn hvað þau verða á næsta ári. Það eina sem þau veit er að þau verða hærri. Hversu mikið hærri liggur ekki fyrir. Þannig að tölurnar ég held að fjármálaráðuneytið sé að gera ráð fyrir þetta verði einhverju 17 milljarðar, sem er þá að ég held hæsta talan sem hefur verið augljóslega frá því að þetta var sett á. Einhvers staðar verður þetta að koma. Þannig að þessi fyrirtæki verða að fara og aðlaga sinn rekstur að þessu umhverfi. Og það sem þetta hefur strax haft áhrif á, það er allur þjónustugeirinn. Við erum ekki bara að vinna og samstarfsaðilar sjávarútvegsfyrirtækjanna, fjármálafyrirtækin, við erum augljóslega að vinna með öllum fyrirtækjum í landinu og við finnum að þetta er að valda bara þó nokkri óvissu og því miður skaða í þessu þjónustugeira því að það þurrkuðust að vissuleyti bara upp svona verkefnapípunar hjá þeim. Því að sjávarútvegsfélögin bara brugðust við með því að velta öllum steinum og byrjuðu til dæmis að því að setja mikið af þessu fjárfestingum og viðhaldi bara á ís. Því það er að fyrsta sem að þú gerir þegar að þú þarft eitthvað að passa þig. Að þá ferðu og skoðar allar leiðir til þess að spara og þannig að ég held að sjávarútvegsfélögin eru stór og burðug flest hver, þó augljóslega misjafni stöðu. Við höfum ekki áhyggjur af því að þetta muni valda gríðarlegu tjóni þar því að þau eru vön breytingum og sveiflum en þetta mun og hefur strax haft áhrif á öll fyrirtækin sem eru að þjónusta sjávarútveginn og þetta verður fljótara og fyrra að skila sér þar. Já, því að þau náttúrulega eru, því að það má ekki gleyma líka því að náttúrulega eru nýsköpunarfyrirtækin sem eru í kringum þetta og þess að tala um þjónustugeirann að bara ef þú horfir í kannski minni svæði bara út á landi að þar er náttúrulega ein málmsmiði náttúrulega er farinn og svo náttúrulega bara svona kannski minni verktakar sem að kannski í minni sjávarplássum eru kannski með 70% af vinnu sinni í fiskvinnslunni. Þannig að það eru svona líka bara svona litla fólki líka sem að svona kannski sem að þetta særir strax sko. Svona eins og til þess að talið niður að segja sko. En ljómandi flott, Runólfur, takk hérlega fyrir að koma. Hrikalega áhugavert að heyra þennan vinkil líka. Þá erum við komið með sko fjármálageirann líka inn í þetta. Takk innilega fyrir að setja sniðið með okkur. Við höfum eftir 2 viðtöl. Lind Marteinsdóttir er næst á dagskrá hérna 12-leytið og svo 12:30 er að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir fyrrum ráðherra fjármála, utanríkismála og nýsköpunar. Þannig að hún er með alla 360 gráðurnar á þessu.
Velkomin aftur, styttist í endan hjá okkur en við ætlum að klára þetta með 2 sleggjum og svo fyrri framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi sem kona sem hefur verið mikið í fjölmiðlum á þessu ári og kannski ástæða til. Þetta Heiðrún Lind Martinsdóttir. Komdu sæl og velkomin. Já, takk fyrir það. Herru, sjávarútvegurinn 2025, það ef fólk vissi ekki að hann væri til, þá veit það núna. Já, já. Þetta búið að þokkalegt ár hjá okkur. Já, einmitt. Kemur ekki til á góðu einu. Nei, vissulega. En jú, þetta búið að mörguleyti óvenjulegt ár. En líka bara myndi ég segja svona þegar úr því að það að líða undir lok ársins, þá myndi ég segja að þetta hafi verið ár mikill áskorana. Já. Ekki bara svona heimatilbúin áskorana, heldur líka bara utanaðkomandi áskorana. Mjög sterkt gengi sem auðvitað bara áskorun fyrir allar útflutningsgreinarnar. Að aðlaga sig að svona sterku gengi, það bara tekur mikinn tíma, blóðsvit og tár má segja, að láta þá reksturinn ganga þegar gengismálin eru eins og þau eru. Síðan auðvitað þessi tollamál, svona bara væringar á alþjóðlegum mörkuðum, svona vaxandi óvissa auðvitað bara í heimsviðskiptum, minnkandi kaupmáttur í okkar sterkustu löndum. Allt yfir þetta auðvitað bara mikil áhrif á það hvernig okkur tekst til að selja okkar afurðir og á hvaða verðum. Þannig að það eru klárlega svona áskoranir sem við kannski bara þurfum að glíma við alltaf við og ég held að sjávarútvegur sé bara mjög góður í því. Við vitum að kannski ekkert ár í sjávarútvegi bara svona hefðbundið. Það kemur alltaf eitthvað upp á í þessum bransa. Óvissa í náttúrunni, annar hluti, ég meina við erum að sjá niðurskurð í stórum nytjastofnum. Þannig að sko á þessu þarf að taka og þetta bara bregðast við því fljótt og vel. En síðan auðvitað bara kemur inn þessi manngerða óvissa sem að pólitíkin og auðvitað bara þessi svona mikli asi sem að var á því að keyra tvöföldun veiðigjalda í gegn án fyrirvara í einu vetfangi og án samráðs má segja við alla hagaðila. Það auðvitað bara mjög erfitt og þrátt fyrir að Alþingi hafi komist að niðurstöðu og ég meina sjávarútvegur þarf bara að aðlaga sig að þeirri ákvörðun og breyttum lögum, að þá breytir það því ekki að málið fer ekkert frá okkur vegna þess að þá eru bara áhrifin núna sem að þarf að fara að takast á við. Og ég hygg að þau komi auðvitað bara fram með tíð og tíma en við sjáum bara áhrifin nú þegar. Þrátt fyrir að hækkun veiðigjalds kom ekki á fyrr en áramótin, að þá auðvitað þurfa fyrirtæki strax að grípa til aðgerða. Það þarf að loka þá eða hagræða í rekstrinum áður en að hækkun veiðigjalds skellur á. Þannig að bara búa fyrirtækin undir það sem koma skal á næsta ári. Þannig að já, þetta hefur verið að mörguleyti óvenjulegt ár og hefur tekið mikið á, má segja. En ég meina svona án þess að maður vilji vera bara með bölmóð, þá myndi ég segja að það sé heilt yfir, líka bjart yfir. Þú veist, það eru bullandi tækifæri í sjávarútvegi, tækifæri til frekari verðmætasköpunar, tækifæri fyrir sjávarútveg til að leggja meira á vogarskálar góðra lífskjara hér á landi, eins og hann hefur gert í gegnum aldirnar. Þannig að við erum auðvitað hvergi bangin, þrátt fyrir þessar áskoranir, að það eru líka svona, myndi ég segja, bjart framundan að mjög mörgu leyti. Sko að þú, eins og umræðinum í kringum veiðigjöldin og kannski sjávarútvegi núna 25, að því að svona það nú ykkar starf líka svolítið, eða bara aðalega hjá SFS náttúrulega að huga að heildarímyndinni fyrir utan bara hagsmunagæslunni sem að þetta snýst allt um. Að því að ég var að tala við Gunnþór áðan og vitnaði sérst í orð sem að Halla Hrund Lóadóttir var sagði í gær að henni fannst svona svolítið skrítið hvernig sjávarútvegurinn, þessi stoð og stytta íslensk, ekki bara atvinnulífs, þetta bara lífs, hér til bara, ég veit ekki hversu margra ára, hefur svona fjarlægst bara hinn venjulega mann. Gunnþór svona tók undir það kannski með því og sagði að bara þú veist, sá styr sem hefur staðið sjávarútveginn í gegnum aldirnar og kvótakerfið og allt það, hefur svona auðvitað búið til einhvers konar óánægju og það, en þegar þið var að gera markaðskannanir eða bara kannanir, þá væri almennt nokkuð stolt og svona þjóðarsátt sjávarútveginn. Hvernig metur þú svona bara
umtalið og bara hvernig hugsað til greinarinnar þetta? Ekki kannski bara metur, kannski bara veistu það? Já, sko í grunninn held ég að okkur Íslendingum þykir mjög vænt sjávarútveg. Þetta bara svona eiginlega í genamenginu okkar sjávarútvegur. Hvort sem við þekkjum einhvern í dag, en þá vitum við svona bara að okkar arfleið kemur úr sjávarútvegi og okkur þykir vænt það. Og eðli máls samkvæmt þá höfum við kannski líka skoðanir á því, hvernig atvinnugreinin að þróast. Já. Ég held að þetta sé sambland af mörgum þáttum kannski eins og nefnir að Halla hafi bent á sko svona kannski að svona meiri aftenging við almenning og það gerist auðvitað með fækkun starfa. Það gerist með það að fólk flytji úr sveit í borg sem ekki séríslenskt fyrirbæri. Að það svona bara færri sem að hafa bein tengsl við atvinnugreinina vegna þess bara að það eru færri sem starfi í þessu. Vinnsluhúsin eru orðin lokaðir en voru áður. Ég meina það ekki verið að verka fisk bara út á plani sem þetta ekki fyrir allra augum lengur. Þannig að svona þetta fólk kannski verður svo lítið vart við þetta og þar með kannski svona tengir það minna við þetta. En það breytir því ekki að og það rétt sem að þú nefnir eins og og Gunnþór hefur þá nefnt líka. Sko við gerum auðvitað okkar kannanir reglulega og viðhorf almennings til íslensks sjávarútvegs mjög jákvætt. Það eru svona í kringum minnum við svona 64-5% sem eru mjög jákvæðir gagnvart íslenskum sjávarútvegi. Það eru kannski svona 12-15% sveiflast á milli ára sem eru neikvæðir. Restin hlutlaus. Þannig að ég held að við getum bara tiltölulega vel við unnað hvað það varðar, svona líka þá að bera sig saman með aðrar atvinnugreinar. Þá held ég að svona almenningur sé ekkert mikið neikvæðri gagnvart atvinnugreininni heldur en öðrum atvinnugreinum. En það sem að kannski þó ólíkt svona ef maður ber aftur atvinnugreinar saman, hvað sem sjávarútvegur sker sig úr, auðvitað kannski það einmitt að nýting náttúruauðlinda bara hápólitískt mál. Þar takast alltaf á hin pólitísku öfl það hvernig eigi að nýta auðlindina, hver eigi að nýta auðlindina, á ríkið að vera alltumlykjandi, á að fela einkaaðilum meiri ábyrgð. Þetta bara það sem við höfum tekist á sko, ekki bara síðan 1983 þegar kvótakerfinu var komið á, heldur löngu á undan því sko. Þannig að og við erum ennþá að vissu leyti að takast á það þrátt fyrir að við séum kannski svona, það kom fremur mikið sátt bara að þetta fiskveiðistjórnunarkerfi hafi skilað miklum auði fyrir íslenskt samfélag. En þá tökumst við á svona einstaka þætti kerfisins og gjaldtökuna og hverju greinin raunverulega að skila til samfélagsins og þetta. Og ég ljósi svona bara af því að þetta inn á hinu pólitíska sviði, þá svona magnast kannski þessi átöku upp og smitast út í almenning, sem kannski ekki ef að þú ert að reka matvöruverslun eða banka eða þú veist, það eru minni átök þetta, en bara nýting náttúruauðlinda, það ekki séríslenskt fyrirbæri að tekist sjá það heldur. Það ég minna það vel þekkt, bara svona auðlindabölvun, að bara það ríkjum takist náttúrulega ekki að koma einhverju kerfi á hlutina og það kannski mikil spilling í kringum það og þetta bara svona pólitísk spilling í mörgum löndum og ég meina þau lönd sem eru ríkust af auðlindum eru jafnvel fátækustu ríki jarðar. Þannig að þetta bara þessar átakalínur sem að smitast þá líka út í umræðuna. Við verðum bara að lifa við það. Atvinnugreinin á að mínu viti aldrei að kveinka sér undan því að það séu þessi pólitísku átök. Hún verður bara að lifa við það. Og það verður þá tekist á einhverja þætti sem að varða rekstrarskilyrði greinarinnar frá einum tíma til annars inn á hinu pólitíska sviði. Síðan tekur bara pólitíkin og löggjafinn sína ákvörðun og atvinnugreinin þarf bara að starfa eftir því. Þannig að maður á ekki, fókusinn má ekki vera allt of mikið þar. Og mér finnst okkur stundum hætta til að halda að sko þessi átök endilega sko menn setja sama sem merki á milli þeirra átaka og það sem að þjóðinni finnst eða það sem almenningi finnst. Og það bara eðlilegt, það eru bara mjög álitsgjafar og annað sem eru þá mjög svona svart og hvítt í umræðunni, með og á móti og allt þetta og kannski eru við líka þáttakandi í því svona að taka þátt í þessum átökum. En allavega ég ánægð að sjá það að svona almenningur nær að greina kjarnan frá hisminu þarna og bara tiltölulega sáttur við íslenskan sjávarútveg með öllum þeim kostum og göllum sem að honum fylgja. Sko, eins og þú segir, algjörlega á endanum eru sett lög og greinin þarf að sjálfsögðu að fara eftir þeim. En
það sem að náttúrulega eins og Guðmundur í Brim hefur verið að tala mikið, orð ársins íslensku sjávarútvegi stefnir í að vera fyrirsjáanleiki. Hann var með það hérna í framsöguræðu sinni og hefur sagt á mörgum öðrum vettvangum og það sem að hann benti á sem var nú mjög áhugavert sem að kannski kom ekki mörgum hér á óvart en svona kannski okkur venjulega mannlega fólkinu að frá hvað 91 er greinin búin að vera með 10 sjávarútvegsráðherra. Vissulega margir kannski á sömu línunni, þannig svona á breiðuspjótunum í pólitíkinni en þetta er rosalega mikil mannabreiting í einu ráðuneyti fyrir grein sem þarf rosalega mikið sjávarútvegsráðherra og tvisvar sinnum á þessum tíma allavega hefur náttúrulega komið þá náttúrulega ríkisstjórn sem kannski öndverið meiði við það sem að hefur verið kannski mest allan tíma og þarna náttúrulega eins og núna svo koma þessi veiðigjöld inn með þessari nýju ríkisstjórn og þá náttúrulega er 2026 að renna í garð og menn veit ekki alveg í hvort fótinn er eiga að stíga sko. Þannig að þetta hlýtur náttúrulega að gera greinin ekki bara núna eins og þú varst að segja bara síðustu 30 árin. Fyrirsjónleikin verður að vera ykkur í grein þar sem að sko bara ef að Loðnan ákveður að fara eitthvað annað, það er alveg nóg af ófyrirsjónleika. Já, einmitt. Sko algjörlega, þetta er áhættumikill rekstur og þetta er fjármagnsfrekur rekstur. Það tvennt saman er áskorun, eða þú veist, það er bara flókið, og þú ert að fjárfesta, ég meina þegar þú ert að kaupa nýtt skip, segjum kannski 9-10 milljarða skip og þú ert að fjármagna það með lánum og þá metur auðvitað hvað svigrúm hef ég í mínum rekstri til þess að standa undir þessari fjárfestingu. Og eitt er það að kannski afli sér skorið niður frá einu ári til annars. Það hefur auðvitað afdrifaríkar afleiðingar einmitt það hvaða svigrúm hef ég til að borga mínum lánum og þess háttar. Að það bætist ekki ofan á að það komi bara algjörlega ný gjaldtaka og tvöföldun á henni bara í einu vetvangi. Þannig að öll plön sem að aðilar hafa þó reynt að gera, þrátt fyrir náttúrulega óvissu, að þau eru eiginlega bara fokin út gluggann við það eitt að fara í þessar breytingar svona skart. Þannig að maður hefur áhyggjur af því að það sem að hefur bara númer 1, 2, 3 og 10 í íslensku sjávarútvegi og af hverju þetta hefur gengið vel er að það hefur verið borð fyrir báru til fjárfestinga. Að verðmætasköpun, bætt gæði aflans, bara bætt störf, betri störf fyrir sjómenn, betri störf fyrir fólk í landi, minnkandi kolefnisspor, allt þetta er í raun afrakstur þess að það er svigrúm til fjárfestinga. Nýsköpunin annað dæmi. Það væri engin nýsköpun ef að það er ekki svigrúmið til að gera tilraunir og reyna að leysa vandamál og hella í það hellingsfjármunum í þeirri von að þú leysir það. Þannig að áhyggjur manns eru þá núna að stjórnvöld hafi metið það þannig að þau gætu tekið til sín allt þetta fjárhagslega svigrúm í skatta og svona gleymt að gera ráð fyrir því og svona aðeins hort aftur í söguna og hugsað hvað er það sem hefur skilað þessum stórstígu framförum í sjávarútvegi. Það er nákvæmlega þetta. Þannig að þegar það er búið að taka burt svigrúmið til fjárfestinga eða minnka það verulega, þá hefur maður bara áhyggjur að það verði, við séum að fara að horfa fram á bara stöðnun. Og það, ég myndi segja það er alltaf hættulegt í öllum atvinnugreinum, en sér í lagi þar sem að þú ert með fiskistofna sem hafa takmarkaðan afrakstur. Þú getur ekkert bara allt í einu fara að veiða miklu meira til að bæta fyrir þetta. Þannig að þú ert að horfa á sama kannski magn eða jafnvel minna magn í afla. Þá þarftu að hugsa hvernig býð ég til meiri verðmæti úr þessum takmarkaða afla sem ég hef. Og það gerist bara með auknum tækniframförum, færri hendur sem að sinna störfunum, bara gera hlutina betur og á hagkvæmari hátt. Þannig að mér finnst það svona kannski stóra áhyggjuefnið því að kröfurnar hafa ekkert minnkað það að við greiðum áfram góð laun, að við séum uppspretta nýsköpunar, að við séum að draga úr kolefnissporinu, minnka olíunotkun í sjávarútvegi. En þegar það er búið að taka burt súrefnið sem til þess þarf, sem er fjárfestingin, fjármagnið, að þá svona er erfitt að mæta þessum kröfum. Hvernig horfir 2026 við þér svona í ljósi alls sem framan greint? Ég held að það verði bara svona kannski framhald á þessu ári sem er núna. Það verður áframhaldandi áskorun að reka sjávarútvegsfyrirtæki. Við erum ekkert að sjá nema síður sé, kannski breytingar á hinu alþjóðlega pólitíska sviði. Og hugsanlega eru svona bara þessi til dæmis tollamál bara komin til að vera
að það það eitt og sér felur í sér áskorun og bara breytingar á því hvert fiskur að fara, ekki bara okkar fiskur heldur fiskur frá öðrum löndum. Þannig að bara aðlaga sig einhvern veginn að því umhverfi sem síbreytilegt og síðan auðvitað takast á við þetta mjög svo hækkaða veiðigjald. Þannig að ég myndi hafa áhyggjur af því að svona sú mynd sem við höfum haft að sjávarútvegi sem er þannig að það hafa þrifist svona nokkuð fjölbreytt útgerðarform, minni aðilar, miðlungsaðilar, stærri aðilar. Ég meina við erum með 1000 aðilar sem greiða veiðigjald og við erum kannski með 100-150 kannski aðilar sem eru 365 daga ársins að sækja fisk úr sjó. Að þessum aðilum fari snar fækkandi við það að við erum að hækka veiðigjaldi svona mikið. Ég hefði haldið að samfélagslega svona, nú er ég ekki hrifin að því að tala um sátt. Það er mínum að þetta er mjög svona teygjanlegt og óljóst hugtak þegar kemur að sjávarútvegi, hvernig maður myndi ekki einhvern tímann gera alla sátta. En að við verðum þá líka að vera meðvituð afleiðingar þess þegar við setjum veiðigjaldið svona hátt að það eru hinir stærri sem eru líklegri til að lifa það af og þá hinir smærri sem að gera það ekki. Eða kannski einstök útgerðarform. Við viljum hafa þetta fjölbreytt. Við viljum vera með frystitogara sem að sækja fisk langt að og koma með hann frá sinna landi. Við viljum vera með línubáta sem að koma með ferskan fisk að landi. Við viljum vera með þessa togara, ferskfisktogara sem að eru líka að selja inn á ferskfiskmarkaðin okkar. Þetta eru bara mjög ólík útgerðarform sem að gera ólíka hluti sem hefur kannski leitt til þess að við höfum verið með góða svona kannski sveiflujöfnunu, svo má segja, inn í sjávarútvegi. Að geta einhvern veginn breytt okkar veiði og vinnslu aðferðum eftir bara hvernig markaðirnir eru að þróast. Það er bara mjög misjafnt hvernig til dæmis veiðigjaldið hittir fyrir þessi ólíku útgerðarform. Þannig að þegar að það leggst mjög þungt á einstaka aðila og aðrir eru kannski burðugri og betri til þess að takast á við það, að þá munu þetta bara samþjöppunin leita þangað. Þannig að ef að það var markmiðið að verða með færri, stærri aðila, þá finnst mér líka bara heiðarlegt af pólitíkinni að segja það þá. Þannig að fólk viti að það var markmiðið. En var ekki markmiðið eins og maður bara skildi umræðuna því það var mikið bent á þessi 5 stærstu, þessar 5 fjölskyldur eða þessi stærstu á meðan að þetta var alltaf svona, maður myndi segja fyndin umræðan, þetta bara það alvarlegt og maður bara má ekki nota það orð að hagsmunaaðilarnir voru að benda á það að stærri yrðu bara stærri en pólitíkin var að segja að stærri væru þá þeir sem að ættu að borga sem eru þá tilbúnir og stöndur í það, svona þessi sikkur sjónarmið einhvern veginn. Þetta var einhvern veginn, þetta var raun og veru hefur þið átt að vera að segja hitt Já, það fer ekki alveg saman í þessu þrátt fyrir að kannski fjárhæðirnar sem hinir stærri borgi séu hærri og jú hlutfallslega eru það hinir stærri sem borga meira og stærra hlutfall af veiðigjaldinu, þeir njóta minni afslátta hlutfallslega, að þá breytir það því ekki að þeir eru út að reka eitt bát og þú færð á því veiðigjald, þá getur það hitt þig jafnvel verð fyrir heldur en þann stóra. Og við sýndum það nú meðal annars bara með því að fara inn í einstök fyrirtæki og þau birtu bara uppgjörin sín og sögðu svona muni þetta líta út ef að veiðigjaldið verður lagt á með þessum hætti og það var bara mjög misjafnt frá einu fyrirtæki til annars hvernig það kom niður á rekstrinum en þar voru það auðvitað kannski hinir smærri sem að mestar áhyggjur höfðu sem að hafa kannski svona minni minni fjölbreytileika eða minna svigrúm til þess að bregðast við. Þú veist, þeir eru bara með færri skip, þeir get ekki sameinað skip, þeir eru bara með þennan eina bát og hann er gerður út og rekinn af fjölskyldunni og allt það. Þú veist, hver verður endurnýjun þessara báta og í þessum útgerðum? Ég held að hún verði því miður lítil og við erum nú þegar með tiltölulega gamlan skipaflota sem að þarfnast endurnýjunar. Þannig að þetta eru áhyggjurnar, að það bara að hinir stærri nái að aðlaga sig að þessu sem eru þetta vel en með bara lakari arðsemi og minni fjárfestingu, minni nýsköpun og hinir smærri einfaldlega hverfi. Eins og Guðmundur Þór Ingvarsson sagði áðan að íslenskur sjávarútvegur fari í gegnum mikið öldurót í gegnum
gegnum aldirnar. Við vonum að þetta fari nú kannski allt vel á endanum. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, takk kærlega fyrir að sittast niður með okkur, kunnum vel að meta það. Já, takk. Eftir að eitt viðtalið viðbót, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ætlar að loka þessu með okkur hér svona 12:30.
Velkomin aftur, það komið að síðasta viðtalinu okkar hér í sjávarútvegsráðstefnunni 2025 þar sem við erum öll að róa í sömu átt. Það var alveg klárt mál að við þurftum að fá okkur algjöra neglu til þess að loka þessu. Ég var mikið að pæla hver svona geti einhvern veginn sameinað svona fjármálahlutann í þessu, svona utanríkismálin og nýsköpunina. Gekk inn í herbergið þar sem ég var að hugsa þetta fyrrverandi ráðherra allra þessa málaflokka. Stóru vinkonum minn og fyrrum ráðherra og núverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Takk kærlega fyrir að koma og góðan daginn. Mín ánægjan, góðan daginn. Herðu, hérna eins og ég segi, þú ert náttúrulega einhvern veginn búin að svona beint og óbeint búin að snerta á þessu öllu því að öll þín ráðuneyti og náttúrulega þinn ferill og þinn uppruni náttúrulega líka á Skaganum svo sannarlega svona einhvern veginn samofinn þessari grein. Þannig að svona kannski bara svona eini í byrjun svona bara svona sjávarútvegur aðeins svona fyrir þér. Bara á svona tengingi við Ísland? Já, náttúrulega í sko svona bara uppvexti og svona í æsku þá, þú veist bara eins og hjá flestum öðrum og kannski sérstaklega fólki utan á landi þótt Inga Hrefna sem frá Seyðisfirði kallar Skagann ekki út á landi en svona samkvæmt skilgreiningu það nú samt. Og auðvitað líka bara mikill sko svona fiskimannabær, þú veist, fyrir mína tíð svo sem. Þá auðvitað bara sjávarútvegur samofinn, þú veist, ímynd okkar sem þjóðar. Þú veist, þótt fólk þekki misvel söguna þá vita allir, þú veist, hvaðan við komum, hvernig við komumst af og hvað þetta löng saga. Þetta algjörlega samofið okkar svona viðhorfum, menningu og svona erfðaefni í rauninni. Og síðan svona seinni árum, þú veist, ég var auðvitað þingmaður fyrir þetta kjördæmi og byrjaði að starfa fyrir Norðvesturkjördæmi árið 2007 og var þingmaður í allan tíma. Það var náttúrulega sjávarútvegur bara mismunandi hætti en í rauninni í öllu kjördæminu. Mjög svona ríkjandi og mikið til umræðu og síðan í þessum embættum að það auðvitað, ég meina í nýsköpunarmálum, þú veist, sjávarútvegurinn alveg svona leiðandi í alls konar tækni og öll svona þessi spillover effekt að maður leyfir sér að sletta sko, þar sem þetta svona sullast með jákvæðum hætti yfir í aðra geira, nýjar hugmyndir og byggir ofan á þessar sérþekkingu. Í utanríkismálum þetta náttúrulega mjög stórt, þú veist, þar þetta, það vita allir svona utan frá að við erum öflug sjávarútvegsþjóð og í utanríkisþjónustunni þetta náttúrulega líka bara málefnasviða sem við bara höfum raunverulega hluti fram að færa og leggjum okkur mjög fram að því það eru hagsmunir okkar að þessi hlutir sé í lagi. Og mér finnst dálítið bara það er gott og það er áhugavert og það er ágætt að minna okkur á það að þegar stjórnmálin fara til útlanda það er gott að svo allir að mjög öflugum sjávarútvegi sko, þú veist, og það er auðvitað þannig sem á að vera, ég meina utan landsteina erum við bara Team Iceland, en það er samt, þú veist, það er stundum mættum við alveg flytja aðeins aftur tilbaka heim sko, að hvað er það sem við getum verið stolt af, þú veist, hvað gengur vel, ég meina það er nota allir línuna, þú veist, á Íslandi er sjávarútvegur ekki ríkisstyrktur og niðurgreitur eins og alls staðar annars staðar og tala nýsköpunina og hvað þetta er stór hluti af okkar svona samfélagssögu og samfélagsgerðir. Það ekki kannski að ég myndi að gera meira því að kannski á næsta ári og næstu árum því að við erum bara að tala með forstjórnum Gumma í gær og Gunnþór í dag og Heyrún Lind núna og þú veist svona fer nú ekkert á milli mála þá veist að styrum greinina á þessu ári og kannski þeir sem að voru neikvæðir fyrir eða jafnvel hlutlausir kannski fæst sig fjær greininni sko en óháð hvað fyrirtækin að fara að borga og allt það, ef við höldum okkur aðeins bara í ímyndarmálunum og stoltinu, að svona einmitt að tala um það sem vel er gert. Ég held að það sé nú mjög mikilvægt fyrir okkur að gera það og svona fara aðeins kannski hluti til svona baka í grunninn og þá við þú veist, umræðuna í stjórnmálunum en þá kannski líka alveg stundum aðeins við fyrirtækin. Fyrirtækin, ég held að það væri ekki bara því að góð ímyndarherferð sko, heldur bara því að það er gott af því það er, þú veist, það væri svona að fólk myndi upplifa svona með ákveðnum, svona kannski sanngjarnari hætti einhvern veginn, ef við færum aðeins tilbaka, ég er ekki að tala þú veist, að fara tilbaka í tækni og nýtingu og nýsköpun og allir því, heldur svona, þú veist, af hverju erum við að þessu, af hverju getum við verið stolt, þú veist, tökum við þessu sem sjálfsögum hlut, erum við með leikarkluna bara eins og að eiga að vera, getum við gert eitthvað og þá við bara öll og þar á meðal greinin. Þú veist, hvað getum við gert til þess að svona auka á þessa svona samfélagslegu sátt þessa atvinnugrein, þennan atvinnuvega, því að það er aldrei gott fyrir neina atvinnugrein þegar hún er, þú veist, umdeild eða fólk einhvern veginn upplifir hana með réttu eða röngu sem einhvern veginn, þú veist, hvað ósanngjarna einhverju leyti eða eitthvað vegna þess að sjávarútvegurinn sem er hluti af stoltinu, hann er auðvitað að eiga við fisk sem er bara annað heldur en, þú veist, pjúra hugbúnaður eða eitthvað sko. Veist, þannig að
Þannig að það sem að stundum það flóknasta í umræðinni líka það sem að gerir okkur sko hvað stoltust og þessi, þú veist, langa saga. Sko, við erum búin að vera með nokkur hérna nýsköpunarfyrirtæki, eitt merkilegt verkefni sem að Stika, sem svona hluti af svona afurðabrimi með, sem er búin að fá eitthvað 12 milljón evra styrk ásamt nokkurum öðrum fyrirtækjum, sko, þar sem að þau eru að þróa hugbúnað sem að gera það að verkum að það, sko, kolefnissporið verður lækkað, en á sama, sko, leið og það verður, sko, ódýrara og betra og meira, sko, betra að veiða fisk, en þú veist, þannig við erum að slá báðar keilurnar á sama tíma, sko. Svona, og svo náttúrulega svo verið að tala um menn, sko, í 20 mínútur ker áðan, og það er bara ekkert eðlilega merkilegt, sko. Það sem langaði að spyrja, sko, þegar þú kemur inn í ráðuneyti nýsköpunar, svona, varst þú svona meðvituð hversu ótrúleg nýsköpun væri í gangi? Nei, ég væri ekki að segja alveg satt ef ég þóttist hafa verið það, sko. Bæði, sko, hvað þessi svona stóru fyrirtæki þú veist, raunverulega framsækin og hafa náttúrulega burði og hvata sem nú lykillinn í þessu blessaða kerfi sem við getum rifist sko, að þeir séu til staðar vegna þess að það væri ekki, þá væri við náttúrulega ekkert komið svona langt. Það er öllum ljóst, líka þeim sem að vilja alveg breyta þessu kerfi. Þeir vita þá að það væri stórkostlegur fórnarkostnaður. En það sem að maður vissi síðan síður þessi, sko, það sem er komin lengra frá en, þú veist, lengra frá, sko, bara beinum veiðum og tækjabúnaði og betri nýtingu og minni losun og eitthvað, yfir í bara svona algjörlega nýjar hugmyndir, þú veist, svona bara frumkvöðlar, þú veist, sem að byrja bara sem lítil fræ og sum hafa náttúrulega stækkað mjög og Kerecis svona augljósasta dæmi það. Hvað þessi tenging, sko, við sjávarútveginn, þú veist, bein og óbein, sko, annarkvort bara bein tenging við eitthvað fyrirtæki, en kannski miklu frekar bara vegna þess að við erum búin að vera öflug svo lengi og við erum búin að sækja svo mikið fram að þá erum við bara að byggja okkur grunni sem að engin annar á, sko. Það engin annar með þennan grunn, þannig að þú ert með eitthvað fyrirtæki sem þú þarft alveg að sko rekja, já, þú veist, upprunnin í raun vegna eitthvað sem gerist í sjávarútvegi, eitthvað styrkleika eða, þú veist, eitthvað frumkvæði, framtaks, eitthvað aðila, sko. Þannig að, þú veist, ef við tækjum raunverulega svona heildar áhrif, þú veist, ekki bara reikna heildar skattspor, heldur bara hvað hefur þetta þýtt fyrir, þú veist, Íslands samfélag, bæði innanlands og líka utan. Og ég held, sko, þú veist, við erum ekkert langt komin í því samtali, sko, en og það kemur þér óvart að ég muni tengja öryggis- og varnarmál. Nei, bara af því nú erum við raunverulega, þú veist, við erum að fara, við munum þurfa að auka útgjöld og við munum öll þurfa að setja okkur svona gleraugu viðnámsþróttar, ekki bara út frá náttúruöflunum, heldur líka bara því sem að gerast. Algjörlega. Og ég algjörlega sannfærð að það sé slatti af bæði, sko, svona stöndugum fyrirtækjum og svona frumkvöðlum og nýsköpunar hugmyndum alls konar sem að jafnvel í einhverju svona tækni sem að ef þú hugsar það, annarkvort nú þegar með tvöfalt notagildi eða væri hægt að, þú veist, þróa það eins og gera það þannig. Þannig að þú væri með bara framlag, þú veist, af því að hið opinbera stjórnmál munu þurfa að vinna mjög með atvinnulífinu og einkageiranum ef við ætlum að gera eitthvað meira, þú veist, bæði fyrir okkar öryggi og varnir og viðnámsþrótt, en ekki síður kannski bara sem framlag, þú veist. Ég meina talandi ker, ég meina við erum hérna með, þú veist, netagerð, þú veist, Úkraínumenn að nota net með einhverjum hætti sem við höfum aldrei þurft að hugsa sko. Skilur við þannig að ef við setjum á okkur þessi gleraugu, hvað getum við gert saman, sko? Svo má þetta jafnvel fara í hina áttina, ég meina, þú veist, þið Kársnesingar náttúrulega byggja kafbáta. Aldeilis. Þú má ekki bara fara að veiða með þá líka, skilur við? Já, og alls konar, ég meina upplýsingar sem hægt að fæða inn í ýmis kerfi, þú veist, með öllu þessu sem að þá, í hina áttina, það ekki bara að vera nýtast í einhverjum, öryggismálum, heldur jafnvel líka bara í, þú veist, einhverju sem að gagnast sjávarútveginu með beinum hætti, sko. Einmitt með að þú talar utanríkismálin áðan og svona hvernig þetta var og að bara hvernig litið á okkur, sérstaklega kannski, myndi maður halda sérstaklega í Norður-Evrópu eða svona, þú veist það sem við erum hvað þekktust og reyndar Suðurlanda líka. Svona eins og bara þegar þú varst að fara út, þetta bara einhvern veginn alltaf, og náttúrulega ennþá mikið að fara út, að þetta væntanlega bara svona, gjörsamlega bara, ég það fyrsta sem við tala Já, það dálítið, sko, græna orkan, sjávarútvegur og jafnrétti. Þetta svona ef fólk veit eitthvað, þú veist, og það er alltaf fleiri og fleiri og flestir vita eitthvað, þá það þessir þættir og meira segja sko lengri burtu, þú veist, vegna þess að eins og það sem við erum að sinna ákveðnu svona hagsmunagæslu og erum með raunverulegt framlag í svona haftengdu málum, að þá það náttúrulega alls ekki bundið, þú veist, við Evrópu, oft það einhvers staðar alveg miklu fjær og í þróunar samvinnu okkar, í okkar þróunaraðstoð, þar erum við sérstaka áherslu á sjávarútveg og fiskveiðar. Þar sem að fólk eru auðvitað miklu skemmra á veg komið
En það sem við erum að, þú veist, leggja fram okkar tækni og bara getu og reynslu til þess að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálf. Þú veist, hvort sem það er með tækjabúnaði eða sjálfbærum veiðum og öllu þessu dóti. Þannig að það er í rauninni hvert sem við förum, þá er alltaf mikil skörun við íslenska sjávarútveg og það sem hann hefur fram að færa. Sjávarútveginn hefur talað mikið á þessu ári náttúrulega út af stríðinu núna í vor og sumar fyrirsjáanleika sko og bara svona áhugaverður punktur sem að koma frá Gumma held ég í framsögu hans í gær bara svona punktur sem að kannski bara meðalmaðurinn pældi ekkert í og ég var að ræða svo sem við heyrunni áðan 10 sjávarútvegsráðherrar á síðan 91 sko, vissulega margir í svona á sömu línu og jafnvel sama flokki en komið tvisvar svona kollsteypur inn í þetta. Þetta er svona það sem var að ræða við hana hvað sko náttúran getur haft mikil áhrif, fiskurinn jafnvel bara ákveður eitt árið að kom ekki. Þú veist, óveður og ég veit ekki hvað og hvað. En svona pólitíkin kannski gerir svona sögulega gerir greininni ekkert stundum alveg greiða en hún getur líka verið erfið eins og við séum svo sem á þessu ári bara út af misjöfnum hugmyndafræðum sko, hvað sem okkur svo þykir að finna stundum þar eða hvað. Já, ég hugsaði að þú varst að telja upp þessi sjávarútvegsráðherrar og hugsaði að það eru færri en dómsmálaráðherrar á sama tíma en það er alveg rétt, ég meina það er náttúrulega alltaf og það er hluti af því sem við höfum þurft að eiga við en erum líka orðin svolítið góð í, það er þessi svona ófyrirsjáanleiki og ytri aðstæður sem við höfum ekki mikla stjórn á en þurfum bara að vera viðbúin og geta aðlaga okkur og svo framvegis. Og þá er það einmitt þegar að sú óvissa eykst að þá náttúrulega er við ríkari krafa á það sem við höfum stjórn á og við gerum það sem við getum því. En þarna segi ég bara aftur, það eru ótrúleg verðmæti í því fyrir greinina líka að svona líta alveg inn á við og hugsa hvað getum við gert til þess að auka þessa samfélagslegu sátt okkar, stundum er það bara vegna þetta er bara einhver upplýsingaóreiða eða þetta er bara einhver pólitíka sem er að hamast og svona en það er í því liggja ótrúlega mikil verðmæti og ef við getum viðhaldið einhverjum fyrirsjáanleika þar, þá er það allavega sko mikilsvirði og þar held ég bara greinin, geti gert mjög mikið sko. Já, með því ég var að spjalla með Daða hjá Íslandsstofu og Hreggviði hjá Pip bara svona markasetningun á þessu, því að svo náttúrulega líka ríkið stundum, eða fattarðu bara Ísland sem heild að markasetja sig ellendis. Ert þú með einhverja sérstaklega skoðanir á því hvort þú ættum að gera meira af því svona einhverjum svona heildrænum og stærri markasetningum? Og það er nú hluti af því sem maður lærði í ráðuneytinu þegar ég hugsaði að við erum að taka á móti öllu þessu ferðamönnum, af hverju þurfum við eitthvað að vera markasetja í Ísland fyrir ferðamönnum, en það er svolítið svona eins og, þú veist, Coca-Cola markasetur sér bara alltaf, sko, þeir loka aldrei markasteypinni, þú veist, það er bara, þannig að ég er nú bara talsmaður þess að það sé skynsamlegt og það er að vera, sko, sérstaklega þá vegum svona, það sem ríki gerir einhvern veginn í heild sinni, séu þessi svona stóru skilaboð og svo eru greinarnar sjálfar, þú veist, að í rauninni veiða, skilurðu. Og við höfum, það er náttúrulega mismunandi svona áherslur í þessu en það eru auðvitað alveg stefna sem liggur fyrir það sem ein áherslan er á sjávarútveg nýsköpun og ég held við getum gert betur í þessu, bæði til þess að bara, þú veist, fá hærri verð fyrir vörurnar en líka bara sem hjálpar okkur í því að, þú veist, að bæði sko selja Ísland þannig að fólk vilji koma að heimsækja okkur og eyða peningunum sínum en ég er mjög upptekinn af hinu svokallaða mjúka valdi og það er ekkert mjúkt við þetta mjúka vald sko, þetta er bara mjög smart vald og þetta er eina valdi sem við höfum, ekki höfum við sko hernaðarvald eða í formi stærðar eða annað. Og öll markasetning, hún hjálpar, ef hún er vel gerð, þá hjálpar hún til við það. Það að fólk, þú veist, beri ykkur svona hlýjar tilfinningar til Íslands, að það, þú veist, viti nóg um Ísland til þess að sko, svona taka upp hanskan fyrir okkur og tala vel um okkur og við séum svona með þessa ímynd af því að vera bara svona upp til hópa einhvern veginn bara með hlutina svona þannig sé á hreinu, þú veist, við leggjum okkur fram, við gerum þetta almennilega, við erum með fókusun á réttum stöðum, meðal annars í, þú veist, atvinnu uppbyggingu, í sjálfbærum nýtingu á auðlindum og við séum með eitthvað vöru sem er, þú veist, framúrskarandi. Þannig að ég tel það óskynslegt að við myndum, þú veist, ekki gera það og við eigum að nýta styrkleika okkar þegar við verum og þar myndi ég setja menningarlistir með, talandum sko mjúkt vald og líka blanda þessu öllu saman því að það er það sem að fólki finnst áhugavert við þessa eyju okkar sko. Einmitt. En þannig en svona kannski líkir skilaboðin svona frá þér svona við ódýrasta markaðssetningi svolítið kemur frá okkur sjálfum. Hún gerir það og hún gerir það líka með því að við tökum svona höndum saman, þú veist, í að taka saman allt sem við erum að gera með þessum svona breiðu skilaboðum og svo geta atvinnugreinar og hvar sem þær eru, þú veist,
verið í sinni vinnu. En það hvaða til dæmis bara ímynd fólk almennt hefur á Íslandi, þú veist, það í því liggja verðmæti fyrir allar atvinnugreinar á Íslandi. Geggjað. Þórdís, takk hérlega fyrir að setjast niður með okkur. Kannan vel að meta það. Takk fyrir mig. Herru, ég held að við séum bara, ég held ekkert, við erum búin á þessari ráðstefnu við Friðrik Sævar, tæknamaður minn. Þökkum kærlega fyrir samveruna hér. Búið að vera hrikalega gaman, öll getið nálgast þetta allt inn á YouTube-síðu sjávarútvegsráðstefnunnar, mun síðan koma inn á samfélagsmiðla líka við þá sem eru spenntir fyrir að sjá eitthvað meira af þessu. En við þökkum fyrir ykkur innilega úr Hörpu, verið sæl.